Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 18. nóvember 2014 og við göngum til fyrsta liðar og útsendir dagskrá sem umræða húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata og málshefjandi hv. borgarstjóri Gjörsvall. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði að fá að nýta tæknina og sýna nokkra myndir ásamt því að við förum yfir kortlagningu skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og umhverfis- og skipulagssviðs á þeirri uppbyggingu sem í pípunum í Reykjavík og jafnframt kynna stöðuna á húsnæðisáætlun borgarinnar, innleiðingu og húsnæðisstefnu hennar og í þriðja lagi fjalla aðeins ný uppbyggingarsvæði í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur og þau samningsmarkmið sem ég tel eðlilegt að við setjum okkur í samskiptum við þá sem eiga hagsmuna að gæta á þeim reitum. Þetta efnislega sama yfirferð og farið hefur verið yfir á tveimur opnum fundum, annars vegar með fagaðilum í byggingariðnaði og hagsmunaaðilum sem koma að húsnæðismálum og hins vegar opnum fundi með Reykvíkingum sem hér í Tjarnarsal Ráðhússins. En það má eiginlega segja að í þessu yfirliti þá birtist aðalskipulag Reykjavíkur ekki bara sem svo umhverfisáætlun og að segja má lýðheilsuáætlun fyrir borgina sem hún heldur líka sem efnahagsáætlun. Það opnað á ákveðna uppbyggingarmöguleika og uppbyggingarverkefni og aðalskipulag Reykjavíkur í raun hryggjarstykkið í því að Reykjavík mun draga vagninn í hagvexti á Íslandi í næstu 3 til 5 ár að minnsta kosti og líklega næsta áratuginn. Þar erum við ekki síst að horfa á uppbyggingu íbúðarhúsnæði heldur og svo líka uppbyggingu atvinnuhúsnæðis þar sem að ferðaþjónustan dregur vagninn og leiðandi og ég þá að tala uppbyggingu hótel og annarra hluta sem tengjast ferðaþjónustu. Stóra samhengið ef við horfum á Ísland að það allt sem bendir til þess að fólk muni halda áfram að flytja á höfuðborgarsvæðið. Sveitarfélögin í kringum okkur muni halda áfram að vaxa en Reykjavík fær til sín hluta af þessum vexti og þessari uppbyggingu og kannski auknum mæli nú vegna þess að þegar að hugur þeirra sem að eru Íslendinga kannaður að þá ljóst að flestir vilja búa í Reykjavík og við höfum ekki verið að svara því kalli frá hruni. Við erum að koma út úr algjöru frosti á byggingamarkaðnum af ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi þá höfðu bankar farið mjög geyst í að lána til íbúðaruppbyggingar fyrir hrun og hættu því raunar nokkru fyrir það eða kringum 2007. Í öðru lagi þannig að þeir héldu mjög að sér höndum og voru kannski ekki einu sinni í færum til að lána mikið fyrstu árin eftir hrun. Í öðru lagi þá fóru mjög mörg byggingafyrirtæki og þróunaraðilar í þrot og það tók tíma að vinna úr því og einstaklingar héldu líka mjög að sér höndum við að fjárfesta vegna þeirra óvissu sem var yfir öllu. Nú, þegar fólk spurt hvar það vilji búa, þá vill það búa miðsvæðis og sumir hafa talað svona léttúð þessa hluti eins og þetta snúist bara það að vilja vera hipp og kúl og drekka latte. En þó það geti átt við í einhverjum tilvikum að þá snýst þetta ekki síður bara heimilisbókhaldið og það að láta enda ná saman með fjölskyldu sem sækir vinnu eða nám. Því að stóru vinnustaðirnir eru margir og skólarnir eru margir staðsettir miðsvæðis og þetta snýst þetta heildarsamhengi húsnæðiskostnaðar og samgöngukostnaðar sem eru 2 dýrustu kostnaðarliðirnir í heimilisbókhaldinu.
Fólk vil líka búa minna. Það líka að hluta til af efnahagsástæðum vegna þess að hver fermetri hann kostar og ef þú býr minna að þá getur dregið eitthvað úr heildar húsnæðiskostnaði. Það er síðan orðin hluti af veruleikanum að stærri og stærri hluti fólks vill ekki vera með allt sitt bundið í fasteign og það er líka hluti af hverri kynslóð sem ekki er í færum til þess að leggja fram eigið fé í fasteign. Og þetta hvoru tveggja leiðir til aukins framboðs eftir leiguhúsnæði. Við höfum kannað þetta tvisvar, annars vegar 2011 og hins vegar 2013 og ég gerir ráð fyrir að við gerum nýja könnun 2015 þar sem við erum að leggja mat á eftirspurn eftir leiguhúsnæði. En í fyrra var staðan svo að við mátum að kappa matþörfina á nýjum leiguíbúðum í Reykjavík á bilinu 2000 til 4000. Markaðurinn er sannarlega tekinn við sér eins og ég mun fara yfir og það er ekki síst út af staðreyndunum sem sést á þessari mynd. Það er að segja að byggingakostnaður er núna orðinn lægri heldur en kaupverð og þar með er sem við segja loksins komin hvati til þess að byggja nýtt. Og áætlanirnar endurspegla það að markaðurinn sé að taka við sér. Þetta eru út af fyrir sig áætlanir sem byggja á upplýsingum frá byggingaraðilunum sjálfum, eru þannig frá fyrstu hendi en með þeim fyrirvörum að ýmsir eru kannski brattari í tímaáætlunum heldur en reyndin verður síðan og hlutir geta auðvitað breyst eins og við höfum oft séð. En miðað við þær upplýsingar sem við höfum fengið uppgefnar að þá geta 1900 íbúðir farið í uppbyggingu á næsta ári og þeim fer í raun fjölgandi miðað við uppgefnar tölur 2016 og 2017. Og þessar íbúðir þær fara í uppbyggingu alla borg og þetta eru bæði sölu og leiguíbúðir. Ef við skoðum staðsetningar þessara nýju uppbyggingaverkefna þá eru þær í mjög góðu samræmi við þar sem lagt er upp með í aðalskipulaginu. Það er að segja þróunaráætlanir 2 og stefnan í aðalskipulaginu er auðvitað að þróa borgina inn á við og fjölga íbúðum nálægt þessum stóru atvinnukjörnum. Þar erum við að slá 2 flugur í einu höggi, bæði með því að stytta fjarlægðirnar frá heimili til vinnu, þá minnkum við heildarumferð á höfuðborgarsvæðinu, en erum líka að gefa fólki aukið val á að velja aðra ferðamáta, minnka bílaeign, kannski úr að meðaltali 2 bílar á íbúð í eina, og það skiptir verulegu máli fyrir heimilisbókhaldið því að það er 7 sinnum dýrara að eiga einkabíl heldur en að fara á strætó og það er ennþá ódýrara að hjóla. Og í allri þeirri umræðu sem er verðið á matarkörfunni og kjaramál almennt að þá er ótrúlegt að þetta sé ekki meira rætt. Það er að segja skyldur sveitarfélaga til þess að skipuleggja byggð þar sem eru öflugar almenningssamgöngur, þannig að fólk hafi raunverulegt val að nota það fyrir alla eða miskunni einhverja á hverju heimili. Og þannig nýtum við líka borgarrými betur, þannig að við teljum að í nýja aðalskipulaginu og þeim uppbyggingaráætlunum sem að hér er verið að kynna að þá sláum við margar flugur í einu höggi. Og þá ætla ég að byrja yfirferðina og hefja leikinn á því að fara yfir þá reiti sem er í pípunum á vegum einkaaðila og rekja mig frá vestri til austurs. Hér sjáum við þá reiti sem einkaaðilar eru með í uppbyggingu. Þarna eru alls ekki allir uppbyggingareitirnir nefndir en 22 og þar að meðal eru flestir þeirra helstu. En þetta er alls ekki tæmandi yfirlit. Ef við byrjum á lýsisreitnum Grandavegi, þar er verið að byggja 122 íbúðir. Í Vesturbænum á borgin nokkrar lóðir sem að verða auglýstar fljótlega til kaups, væntanlega fyrir hæstbjóðanda, auk þess sem þarna er ein flutningshúsalóð, þetta er Mýragata 18
horn Mýragötu og Seljavegs, Seljavegur 1 fyrir flutningshús, Vesturgata 67 og síðan höfum við falast eftir og eigum við viðræðum við ríkið landhelgisgæslur 1. Þeim viðræðum ekki lokið. Það eins vegar langt komin uppbygging á Mýragötu 26, gamla hraðfrystistöðin stóð þarna og hús sem tekur með af þeim húskroppi risið 68 íbúðir sem eru tilbúnar að mestu. Á Tryggvagötu 13 þar buðum við bilið milli Grófarhúss og gamla Hafnarhússins til kaups fyrir hæstbjóðanda og það sem var áhugavert við það mál að þarna var hópur 30 til 40 íbúa sem bauð hæst og ætlar sjálfur að þróa þetta og hanna og búa síðan í þessu. Þannig að þarna eru verkefni eins og víða í Skandinavíu og hægt að sjá í Berlín þar sem að fólk tekur sér saman og verður sér út lóðir og byggir síðan sjálft. En þarna eru 40 íbúðir sem að fara að rísa. Á Ingólfstorgi að þar búið að skila inn áformum 19 íbúðir næst torginu, felst í uppgerð á 2 gömlum húsum og byggingu á milli þeirra, 19 íbúðir þar. Við Austurhöfn, þar eru ráðgerðar íbúðir í bland við atvinnuhúsnæði og hótel og það gert ráð fyrir í deiliskipulaginu alltaf 170 íbúðum. Þessi áform ennþá í þróun og hönnun og verða væntanlega kynnt betur þegar líður á veturinn og við gerum ráð fyrir því að vera með sérstakan fund í febrúar-mars uppbyggingaráform þegar kemur að atvinnuhúsnæði og þá gerir ég ráð fyrir að fjalla betur Austurhafnar áformin. Á Hverfisgötu gríðarlega margt að gerast. Það má nánast segja að eftir endurgerð götunnar þá sé engu líkara en að húsin hafi málað sig sjálf. Það ótrúlega margir sem tóku við sér og fóru að gera hreint og fínt í kringum sig, en það líka búið að byggja upp þarna myndarbragð. Þarna hefði reyndar verið hægt að nefna fleiri hús eins og Hverfisgötu 59, 57 og 59 sem nýtt steinsteypu hús í gömlum anda, verið að byggja eftir gömlum teikningum frá tíma Guðjóns Samúelssonar frá 1931 ef ég man rétt, en við Hverfisgötu að þá telst okkur til að það séu 500 íbúðir í uppbyggingu. Þetta skuggahverfisturnarnir, þar verið að klára skuggahverfið. Þetta eru 21 íbúð við Lindargötu, Lindargötu 28 til 32. Þetta eru 20 íbúðir á Hljómalindarreit, þar sem einnig að rísa hótel. Brynjureitur verður næstur í þróun og uppbyggingu eftir Hljómalindarreitnum. Það eru 50 til 90 smáíbúðir ásamt hljómleikasal á jarðhæð. Á Frakkastígsreit verið að skila inn teikningum fyrir 68 íbúðir og Barónsreit sem nýlega hefur skipt hendur að þar að hefjast viðræði við þá uppbyggingaraðila nýtt og breytt deiliskipulag. Þannig að húsin sem við þekkjum núna sem Keggs og aðra starfsemi fá að standa en eitthvað fái að byggjast upp. Og hinum megin við Hverfisgötu á bakvið Laugaveg 77 eru viðræður í gangi skipulag á reitnum sem kenndu við Hverfisgötu 96 og með við þessa útfærslu sem ekki hefur verið tekin afstaða til að þá getur þar verið 60 íbúðir. Það eru 500 íbúðir sem getur verið að rísa við Hverfisgötu en það eru 600 sem eru að rísa bara næsta leiti eða í kringum Hlemm. Þar af gerir skipulag fyrir Guðrúnartún ráð fyrir 100 íbúðum sem eru kannski minnst farnar af stað af þeim reitum sem ég að fara yfir hér við Hlemsvæðið, en í Stakkholtinu á Hampiðureitnum að klárast 140 íbúðir. Skipholti 11 til 13 eru 20 íbúðir í framkvæmd. Á Höfðatorgi að fara af stað 80 íbúðir í 12 hæða turni á næsta ári. Og í Mánatúni verið að klára fyrri áfangana 2 í 175 íbúða uppbyggingu. Og á Sigtúnsreit hafa síðan nýlega verið lögðin áform sem í hyggju að kynna á opnum íbúafundi
þar sem að gert ráð fyrir 108 nýjum íbúðum á gamla Blómavallsreitnum og ég verð að segja að þetta lítur bara býsna vel út og leggur sér vel þarna því hverfi sem fyrir og með áhugaverðum útisvæðum. Þannig að þarna að rísa væntanlega nýr kjarni í takti við það sem að lagt upp með í aðalskipulaginu. Nú á Hlíðarenda hefur verið gert ráð fyrir uppbyggingu frá 2002 en deiliskipulagið hefur tekið miklum en góðum breytingum í tímans rás og nú er verið að gera smávægilega breytingar á deiliskipulagið frá því sem að þarna samþykkt. Þarna alls gert ráð fyrir núna 600 íbúðum. Það er stærsta breytingin á eldra deiliskipulagi að þarna voru stærri íbúðir, nú er verið að leyfa að þær verði minni í takt við eftirspurnin á markaðnum. Eitthvað þessu verða námsmannaíbúðir, jafnvel leikskóli og síðan auðvitað uppbygging í þágu íþrótta. Í Bryggjukverfinu er verið að hefjast handa við annan áfanga, 245 íbúðir alls en 185 íbúðir í fyrri áfanga. Þetta er í raun að hefjast núna þessa vikurnar og búið að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir svokallaðan framkvæmdaveg. Og hér má sjá hvernig útlitið er þarna í inngörðunum. Þetta er líka hannað og teiknað af Birni Ólafs sem gerði Bryggjukverfið upphaflega og mun falla mjög vel að þeirri byggð sem fyrir en leið styrkja þetta sem einingu og vonandi er upphafið að því að við klárum Bryggjukverfið með því að gera þarna landfyllingu og flytja björgun. Í Breiðholti hafa verið mjög spennandi hlutir að gerast, ekki síst í kringum Eddufellið sem að sannast sagna hefur verið okkur öllum til ákveðinnar skammar, þar að segja sá niðurnýtti gamli verslunarkjarni. En fyrir nokkrum misserum að þá tók Reykjavíkurborg þarna á leiguhúsnæði og sett upp Fab Lab í samvinnu við Fjölbrautaskólann í Breiðholti og Nýsköpunarmiðstöð Íslands, þrívítarhönnun og hátæknistúdíó í raun, bæði fyrir krakka í FB en líka fyrir krakkana og íbúana í hverfinu sem hefur verið gríðarlega vel tekið. Við erum núna búin að leigja annað húsnæði fyrir Nýlistasafn Reykjavíkur sem er eitt framsæknasta safn í einkaeigu á landinu sem er strax farið að smita út frá sig með áhugaverðri starfsemi og svipað leyti að þá hófst niðurrif á gamla Krónhúsnæðinu þar sem að að rísa 24 íbúðir sem verða afhentar næsta vor og kannski til marks aukinn áhuga fjárfesta og uppbyggingaraðila á Eddufellinu og Fellagörðunum og því ber að fagna að mínu mati. Uppi í Úlfarsárdal er verið að reisa 112 leiguíbúðir. Ég hef ekki tilgreint það sérstaklega en það má auðvitað hugsa sér á ýmsum þessum reitum sem einkaaðilar að byggja muni bætast við leiguíbúðir en Reykjavíkurborg hefur ekki sömu tök á því eins og á lóðum sem að hún er að úthluta til beinlínis til þess. En Úlfarsárdalurinn er í mikilli uppbyggingu þessar mundir. Þetta voru yfirlit yfir það sem að einkaaðilar eru með í pípunum, mest sem söluíbúðir, eitthvað leiguíbúðir, en þá er komið að innleiðingu á húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar og það hvernig við getum tryggt fjölgun leigu- og búseturéttaríbúða á næstu árum. Og við höfum sagt að við ætlum að beita okkur fyrir því að þeim fjölgjum 2500 til 3000 á næstu 3 til 5 árum. Þetta stendur þannig núna að við höfum lýst yfir áætlun okkar að fjölga almennum félagslegum leiguíbúðum 500. Við viljum gera viljayfirlýsingar við uppbyggingafélög sem ætla að byggja fyrir námsmenn allt að þannig að stúdendaíbúðum fjölgi sirka 1100. 750 á vegum Félagsstofnunar stúdenta, 250 á vegum Háskólans í Reykjavík og 100 á vegum Byggingafélags námsmanna. Við gerum ráð fyrir því að búseturéttaríbúðum fjölgi 451. Stærsti bitinn þar eru
er uppbygging búseta í Einholti Þverholti sem nú heitir Smiðjuholt og önnur verkefni á vegum búseta. Það eru 280 íbúðir sem við sjáum fyrir okkur að vera byggð í þágu aldraðra í Grund, í Mjódd, Bólstaðarhlíð og á Sléttuvegi. Þarna síðan fyrsta áfanginn í uppbyggingu búsetuúrræða fyrir fatlað fólk, 28 íbúðir, og við viljum líka eiga samvinnu við húsjóðum Brynju nýjar íbúðir fyrir öryrkja. Þannig að þetta ef allt þetta er talið, orðið þá 2309 íbúðir. Þannig að við erum komin áleiðis með að sjá þessa heildarmynd og mun bætast í þetta eftir því sem fram vindur. Og auðvitað bindum við líka vonir við að einkaaðilar tefla einhverju fram inn á leigumarkaðinn. En hvar á þetta þó að vera staðsett? Félagslegar íbúðir og Reykjavíkurhús, eins og við höfum kallað það. Reykjavíkurhús er þá blanda í samvinnu við fleiri aðila, þar sem við varum með félagslegar íbúðir, kannski einhverja stúdentaíbúðir, einhverja íbúðir fyrir aldrað og jafnvel einhverja almenna leiguíbúðir. Það er Vesturbuktin, þar sem að minnst 128 íbúðir geta verið. Við sjáum fyrir okkur að þar sem að Háskólinn í Reykjavík hyggst fara í deiliskipulag og uppbyggingu sé ágætis pláss fyrir lóð sem að Reykjavíkurborg myndi þá hafa yfir að ráða fyrir kannski 50 til 80 íbúðir. Frakkastíg 1 á Reykjavíkurborg lóð þar sem núna er malarplan. Á Kirkjusandi á Reykjavíkurborg lóð við hliðin á Kirkjusandslóðinni sem er í eigu Íslandsbanka. Viðræður standa yfir það mál. Við gamla Slátufélagshúsi í Laugarnesi mætti koma fyrir leiguíbúðum. Þessi lóður á hendi ríkisins og er einn þeirra sem við erum að ræða við ríkið að komast í uppbyggingu á. Ef við förum yfir búseturéttinn að þá er þar fyrst að telja Keilugranda 1 sem að Reykjavíkurborg keypti af gamla Landsbankanum. En þar hefur reiturinn fyrstu verið þróað með búseta og KR. KR beinir nú sjónum sínum meira að eigin æfingasvæði, þannig að þessi reitur verður væntanlega þróað með búseta í kjölfarið. Þar geta verið 78 íbúðir og það er að rísa 203 íbúðir í Smiðjuholti á vegum búseta. Og í Suður Mjódd gerum við ráð fyrir að búseti geti byggt aðrar 50 en félag eldri borgara 50. Og í Reynisvatnsási hefur verið úthlutað lóðum fyrir raðhús sem að búseti hyggst byggja upp. Stúdentaíbúðirnar eru margar að tölu en verða væntanlega líka litlar, þar að segja fermetrafjölda margar hverjar, miðað við nýju og eina velheppnuðu stúdendagarða í Vatnsmýri. Þarna sjáum við fyrir okkur að á svæði Háskóla Íslands verði fundnar lóðum fyrir að minnst 400 stúdendaíbúðir og það er 2 stofur sem að lenti í öðru og þriðja sætinu í arkitektasamkeppni í skipulagssamkeppni fyrir það svæði er að glíma við það. Á svæði Háskólans í Reykjavík er annað eins og Ásholtið er að fara í gang og Stakkahlíð erum að þróa svæði fyrir stúdendaíbúðir og íbúðir fyrir aldraða. Við gætum síðan farið yfir íbúðir fyrir aldraða og fatlaða og ný uppbyggingarsvæði en ég geri það hér í síðari ræðu minni. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og það tekur næst til máls borgarfulltrúi Guðfræði Jóhanna Guðmundsdóttir.
forseti, borgarfulltrúar. Ég þakka borgarstjóra fyrir þessar upplýsingar. Ég fór reyndar á fyrirlesturinn sem var með í síðustu viku á miðvikudaginn nýjar íbúðir í Reykjavík og eins og hann gerði núna að þá fór hann yfir glærurnar sem hann sýndi okkur áðan og eins og við sáum að glærunum að þá skipti borgarstjóri fyrirlesturinnum fyrirhuga uppbyggingu í Reykjavík í þrennt. Það er að segja, í fyrsta lagi fjallaði hann söluíbúðir og reyndar stendur líka leiguíbúðir sem í byggingu eða að fara í byggingum á vegum einkaaðila, þó vita sé að flestar þessara íbúða eru söluíbúðir. Það liggur fyrir að íbúðirnar á Skyggnisbraut verða leiguíbúðir sem eru rúmlega 100 íbúðir, en af upptalningunum mátti ráða að þarna verið að telja upp yfir 2000 íbúðir sem að fara í uppbyggingu á næstu árum, því fastar þessari íbúða byrjað að byggja. Skipulagsvinna skammt af veg komið með margar hverjar, þannig að það er mjög óljóst hvort að nokkrar af þessum íbúðum fyrir utan Skyggnisbrautina verða í útleigu. Í öðru lagi fjallar hann húsnæðisstefnu borgarinnar þessar 2500 til 3000 leigu- og búseturéttar íbúðir og síðan í þriðja lagi ný uppbyggingarsvæði og samningsmarkmið Reykjavíkurborgar. Eins og við sjáum af þessari upptalningu borgarstjóra að þá eru flestar þær íbúðir sem byrjað að byggja eða verið að fara að byggja á næstu árum á vegum fasteignafélaga á dýrustu stöðum borgarinnar. Mikið af þessum íbúðum, við vitum þá, við þurfum ekkert að fara inn í feluleik með það að þetta verða ekkert ódýrar íbúðir. Enda held ég að það hvarfli ekki nokkrum manni að íbúðirnar sem fasteignafélögin að fara að byggja á Hafnarbakkanum eða að byggja í skuggahverfinu verði seldar ódýru verði. Þá ég ekki að tala Vesturbugtuna, ég kem að henni á eftir. Flestar þessara lóða sem verið að byggja á eða tilstendur að byggja á eignuðust þessi fasteignafélög af bönkunum, þannig ég ekki að sjá að þetta sé mikið af lóðum sem að borgin hefur verið að úthluta. Enda stór hluti af vandamálinu sem við stöndum Reykvíkinga fram í dag lóðaskorturinn í Reykjavík og vanræksla borgaryfirvalda að hafa boðið lóðir til sölu. Enda verður ekki annað ráðið heldur en að borgin eigi ekki það mikið til af lausum lóðum sem hægt að fara að byggja á. Og þá liggur alveg ljóst fyrir að loforðið 2500 til 3000 nýjar leigu- og búseturéttar íbúðir eru aðallega ætlaðar námsmönnum og öldruðum auk svokallara Reykjavíkurhúsa. Þá verður ekki annað ráðið af orðum borgarstjóra en þær eignir sem hann taldi upp hér áðan sem búsetu á að byggja, að ég ekki að sjá að þar náist þessi 451 íbúð eins og kemur fram í upplýsingum hans, því að eins og við vitum öll að þá keypti Búseti nýbyggingarsvæðið í Einholti Þverholti, nú kallað Smiðjuholt, af Regin fasteignafélagi árinu 2012. Það var ekki Reykjavíkurborg sem úthlutaði Búseta þessu. Þetta svæði hefur ekkert með Reykjavíkurborg að gera. Og ef við skoðum þá, það sem borgarstjóri fór hér yfir áðan, sem Búseta á að fá, þá það vilyrði fyrir 78 íbúðum á Keilugranda 1, fyrir 50 íbúðum í Suðurmjódd og síðan þeir búin að fá úthlutað 18 raðhúsalóðum við Reynisvatnsás. Þetta gera sirka 146 íbúðir. Þannig að þá spurningin, hvar eru hinar rúmlega 300 íbúðirnar sem Búseti á að fá frá borginni eða lóðirnar eða húsnæðið til þess að talan sem borgarstjóri fór yfir hér áðan gangi upp. Því það náttúrulega gengur ekki að vera að telja upp svæði eins og í Einholti Þverholti sem að borgin var ekki að úthluta Búseta.
Þeir sem vilja kynna sér þetta betur geta meðal annars farið inn á heimasíðu Búseta, þar kemur þetta alveg skýrt fram. Það sem ég rak augun í líka áðan, að ég átta mig ekki alltaf á tölum þegar þeir eru lögð fram gögn varðandi húsnæðismál meirihlutans, að þá passa tölurnar nú sjaldnast, en það er einhver hagfræði sem meirihlutinn er með sem ég skil yfirleitt ekki. Bara svona smá ábending, þá er samtalan varðandi þessar íbúðir sem á að fara í uppbyggingu ekki rétt. að það kemur fram í glærunum að það séu samtals 2309, en það eru nú reyndar 2409 þegar það eru lagðar saman, en það er aukaatriði. En annað sem að varðar tölur, að það langar mig aðeins til þess að benda á að í aðalskipulagi Reykjavíkur frá 2010 til 2030 er gert ráð fyrir því að á skipulagstímanum, þar að segja til ársins 2030, verði hafnar uppbyggingar eða byrjað að byggja 14.000 íbúðir í Reykjavík. Það gerir að meðaltali 700 íbúðir á ári. Við vitum það öll að það hefur lítið verið byggt síðustu árin, þannig að það er komin uppsöfnuð þörf. Þannig að það má gera ráð fyrir því að uppsöfnuð þörf sé í kringum 3.000 íbúðir. Ef við skoðum síðan aðalskipulagið á blaðsíðu 177, að þá er farið yfir hversu margar fullgerðar íbúðir hafa verið byggðar í Reykjavík frá árinu 1929 til 2012 og það er ekkert af þessu tímabili, ekkert einasta ár, hafa verið byggðar yfir 1000 íbúðir í Reykjavík. Þannig að þessi tala sem var lögð fram hér áðan í glærunum, að það verði byrjað að byggja 1900 íbúðir á næsta ári, það verði byrjað að byggja yfir 2000 íbúðir árinu 2016 og tæplega 3000 íbúðir árinu 2017, segir mér það að eru þessar byggingar sem var kosningaloforð Samfylkingarinnar 2500 til 3000 leiguíbúðir, eiga þær allar að fara í uppbyggingu þarna árinu 2017. Af hverju gengur aðalskipulagið, upplýsingarnar sem þar eru nefndar og fyrirlesturinn núna, af hverju gengur hann tölulega ekki upp? Það kemur líka fram í aðalskipulaginu að það sé gert ráð fyrir því að 25% af þeim íbúðum sem fara í uppbyggingu í Reykjavík séu leigu- eða búseturéttaríbúðir. Miðað við þá 14.000 íbúðir sem yrðu byggðar, 25% af því væru þá 3.500 leigu- og búseturéttaríbúðir fram til ársins 2030. Og miðað við eins og aðalskipulagið er lagt upp, sem að ég verð nú að segja það að miðað við fyrirlestur borgarstjóra hér á áðan, að þá virðist það sem framkemur í aðalskipulaginu ekki vera rétt, eða það eru komnar ykkur allt aðra tölur, að það eru 700 íbúðir á ári og 25% af því eru 175 íbúðir. Ég held að það sé vandfundin sá aðili í borginni sem hefur á móti því að það séu byggðar íbúðir fyrir tekjulágt fólk. Það er að segja að það sé til framboð af eignum þar sem í svokölluðu non-profit félögum. En maður veltir því líka fyrir sér, af hverju hafa borgaryfirvöld eingöngu valið eitt félag, það er að segja Búseta. Búseta er húsnæðissamvinnufélag. Í eigu hvers er húsnæðissamvinnufélagi Búseti? Jú, það er í eigu félagsmanna. Ef að Búseta er lagður niður, að þá eru það félagsmennirnir sem eignast þær eignir þegar búið er að borga skuldir. Það er líka eftirtektarvert að borgin kaupir Keilugranda 1 á 240 milljónir fyrir hvað 2 árum síðan sirka og sá peningur að útdeilast til eins félags. Þarf ekki að hafa eitthvað jafnræði í þessu? Þurfa aðilar sem hafa áhuga á því að vera með non-profit félög, fá þeir ekkert aðgang að þessu. Ef við skoðum aðeins kosningaloforð Samfylkingarinnar 2500 til 3000 nýja leiguíbúðir og búseturéttaríbúðir,
að þá kemur fram hér á glæðrónum sem kynntar voru áðan að það eru samtals 2409 íbúðir. Það er að segja ef samlagning mín er rétt. Og væntanlega á þá eftir að bæta við 91 til 591 íbúð til viðbótar. Af fyrirlestrinum mátti ekki ráða að það væri byrjað að byggja neitt af þessum íbúðum. Ég ætla ekki að taka með íbúðina sem Búseti byrjar að byggja í Einholti Þverholti, enda er ég ekki að sjá að það komi málinu nokkuð við. Skipulagsvinna er skammt á veg komin vegna hinna lóðana og eins og við öll þekkjum að þá tekur skipulagsvinna þó nokkur tíma, að undanskildu Ásholtinu kannski sem eru 97 stúdentaíbúðir. Ef við skoðum nú hvaða íbúðir þetta eru, í fyrsta lagi að ræða 500 félagslegar íbúðir handa félagsbústöðum. Það er nákvæmlega svo tala sem að meiri hlutinn hefur vanrækt að fjölga félagslegum leiguíbúðum hjá Búseta frá árinu 2010. Vegna þess að stefna félagsbústaða var sú að fjölga íbúðum 100 á ári og eins og við vitum að þá hefur félagslegum leiguíbúðum í eigu Búseta fækkað frá árinu 2009 og hefur það ekkert með íbúðuna fyrir aldraða eða fatlaða að gera vegna þess að þær eru taldar sér. Og þetta kemur algjörlega skýrt fram í tilkynningum félagsbústaða til Kauphallarinnar. Í öðru lagi er að ræða 1100 nýjar stúdentaíbúðir, það er að segja fyrir Félagsstofnun stúdenta 750 íbúðir, Háskólinn í Reykjavík 250 íbúðir og Byggingafélag námsmanna 100 íbúðir. Þarna á að opna, skilst mér, útboð í dag eða á morgun varðandi 97 íbúðir í Ásholtinu, en eins og við vitum öll sem þekkjum aðeins til þessara mála að ef við tökum bara Háskóla Íslands fyrir, að til þess að Háskóli Íslands hefði yfir svipum fjölda, miðað við fjölda námsmanna að ráða af stúdentaíbúðum, að þá væri það 2000 íbúðir. Þannig að Háskóli Íslands vantar, eða Félagsstofnun stúdenta, 1000 íbúðir í dag. Þarna er gert ráð fyrir 750. Félagsstofnun stúdenta hefur bæði kraftinn og peningana til þess að fara að byggja, en vandamálið er að þeim vantar lóðir. Og það sést af þessari upptalningu að það er ansi langt í land með skipulagsvinnuna. Og við vitum það að þessi samkeppni sem var gert háskólasvæðið, að það var enginn sem hlaut fyrstu verðlaun. Þannig eitthvað er í það að fundnar vera lóðir og skipulagsvinna hefst. Þannig að spurningin er hvenær fær Félagsstofnun stúdenta þessar íbúðir. Ég viðurkenni það að ég þekki minna til Háskólans í Reykjavík og Byggingafélags námsmanna, en væntanlega getur borgarstjóri upplýst okkur það hvenær lóðirnar eru klárar fyrir 1100 stúdentaíbúðir. Í þriðja lagi er talið upp í glæðrónum 451 íbúð fyrir Búseta. Eins og ég taldi hér upp áðan, þá stemmir þessi tala ekki. Vegna þess að miðað við glærurnar eru það 78 íbúðir á Keilogranda, 50 íbúðir í Suðurmjódd og 18 raðhúsalóðir við Reynisvatnsás. Þannig hvar er restin? Rúmlega 300 íbúðir. Í fjórða lagi þá eru það 280 íbúðir fyrir aldraða. Fimmta lagi búsetuúrræði fyrir fatlað fólk, samtals 28 íbúðir, og í sjötta lagi 50 nýjar íbúðir fyrir öryrkja, það er að segja fyrir Brynju hússjóð Öryrkjabandalagsins. Það er líka talað upp í glæðrónum hvar þessar íbúðir eiga að vera. Ég ætla ekki að rekja það. Varðandi það að verið sé að gefa heildaryfirlit uppbyggingu hvað einkaaðilar eru að byggja og kynna húsnæðisstefnuna og láta leigufélög og Búseta fá lóðir og eftirsóttar stöðum, að þá verði ég að viðurkenna að ég er ekki alveg að átta mig á þessu. Eina lóðin
Eina sem að virðist vera á teikniborðinu Vesturbugtin. Það sem að borgarstjóri sagði út á viðtali í morgun að það væri ódýrara að byggja á Vesturbugtinni því að borgin á lóðina og þar verður leiga ekki í hagnaðarskyni. Og verðið verður ekki endanlega ljóst fyrir að búið að byggja. Hvaða rugl þetta? Á ekki að liggja ljóst fyrir hvað kostnaðurinn við það að byggja Vesturbugtina? Að því að borgin á lóðina að það þurfi ekkert að reikna það neitt út. Ég man ekki betur heldur en að borgin hafi keypt Vesturbugtina af Faxaflóahöfnum fyrir einhverja 100 milljóna fyrir hvað 1 eða 2 árum síðan. Voru þetta ekki sirka 0,5 milljarður sem lóðin var keypt á? Ég veit ekki hvort það sé verið að fara að byggja allri lóðinni, allavega hluta af henni. Og afsökunin að það hafi ekki verið hægt að byggja, fjölga félagslegum íbúðum af því það hafi ekki verið, byggingamarkaðurinn hafi verið í algjöru frosti. Félagsbústaður hefur hingað til ekkert verið að byggja, þeir hafa verið að kaupa og aðallega að selja, heyrðist mér. Það hefur ekkert með byggingamarkaðinn að gera. Það var nóg að gera fyrir aðilar sem voru að kaupa litlar íbúðir á síðustum árum, en það var þinglýst yfir 2000 kaupsamningar fyrir litlar íbúðir í Reykjavík á síðustu árum, á hverju ári fyrir sig. Og auðvitað uppsöfnuð þörf af því það hefur ekkert verið byggt í Reykjavík síðustu árin. En hvað verið að fara að byggja nákvæmlega? Það eru verktakarnir sem að fara að byggja og áætlunin þessar rúmlega 2400 íbúðir að hvenær kemst eitthvað að þessi framkvæmd. Og það sé hluti af kosningaloforðinu að borgin myndi beita sig fyrir því að búa til heilbrigðan markað til þess að aðilar geti ekki nýtt sér neyð annarra. Ég ekki að sjá að þessi húsnæðisstefna sé að leggja það upp. Borgin hefur skipulagsvaldið, en hvað verið að skipuleggja? Og hvar skipulagsvinna stödd? Og það líka rætt ýmis svæði sem við vitum að það ekkert að fara í uppbyggingu strax. Eins og Elliðavogurinn, Höfðarnir, Rúflóðin og svo framvegis. Fyrir utan það eins og við öll vitum þá byggist aðalskipulag Reykjavíkur á því að flugvöllurinn fari. Ég ekki að sjá að Reykjavíkurborg sé að stýra fasteignaverði þar sem framboð á lóðum ekki nægilegt. Fasteignafélögin geta áfram keyrt verðið upp. Auðvitað vitum við það að leið og stúdentaíbúðirnar verða byggðar að þá getur verið að það losni íbúðir fyrir aðra á markaðnum. En ekki svo mikið, vegna þess að mikið af þeim stúdentum sem að vilja komast í íbúðir búa í foreldrahúsum í dag. Og staðreyndin auðvitað sú að fólki fjölgar, íbúum í Reykjavík mun fjölga. Og nei, við erum ekki ennþá búin að fá fyrirspurn, nei svar við 2 fyrirspurnum sem við lögðum fram í borgarráði 8. október síðastliðinn fjöldan sem hefur verið keyptur hjá félagsbústöðum á þessu ári. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Byrja á því að þakka fyrir yfirferð hér yfir það sem að borgarstjóri hefur talið saman að að gerast í borginni. Margt af því auðvitað eitthvað sem að fyrir löngu farið að stað eða fyrir löngu ráðnar hugmyndir og mjög margt af því auðvitað svona
úrvinnsla eftir hrunið og eftir að lóðir og lóðaréttindi skiptu eigendur, bankar, lífeyrissjóðir, ýmsir aðilar áttu réttindi, lítið byggt á tímabili og nú eru þessir aðilar að fara af stað vegna þess að fólki fjölgar og eftirspurnin eykst eftir bæði húsnæði til kaups og til leigu. Og í kjölfari á því fylgir í rauninni kosningaloforð Samfylkingarinnar sem var í rauninni mjög einfalt og það var 2500 til 3000 leigu- og kaupréttaríbúðir á kjörtímabilinu. Ég held að það hafi verið mjög sniðugt að setja það fram sem kosningaloforð að tala íbúðir en ekki lóðir. Þannig að fólk skildi það þannig, ég skildi það þannig og ég held að langflestri hafi skilið það þannig að borgin ætlaði sér að beita sér fyrir því að þetta yrði gert. En það sem í þessari stórgóðu kynningu, og ég ætla að taka það fram og sem sýnir það að margt getur gerst, að þá á þetta samt ekkert skylt við þessi kosningaloforð. Á það alls ekki. Þarna í rauninni bara verið að telja upp að langstærstum hluta það sem aðrir eru að gera. Þannig að það sem að fólk skildi sem kosningaloforð, skildi sem verkefni borgarinnar að sjá til þess að eru byggðar þessar íbúðir, það í rauninni ekki neitt annað en það talning á því sem aðrir eru að gera. Það reynt að telja sig upp í 2500 til 3000 leigu íbúðir. En þegar maður fer svo í gegnum þetta og reynir að bara átta sig á því á hvaða stigi þetta og nú ætla ég að fara með einhverjar tölur hérna í þessu erindi mínu og ég veit að það erfitt að henda reiður á þessum tölum, bæði vegna þess að þegar maður segir mjög margar tölur í einu erindi, á þess að vera með glærur, að þá auðvitað fara þær svolítið fyrir ofangarð og neðan og eins líka vegna þess að það stemma engar tölur í þessu. Þannig að það er svolítið svona að vera að tala svolítið óljóst í þessu og ég held að það sé auðvitað að allan að einhverju leyti viljandi gert. En ég reyndi að telja saman það sem að væri svona í pípunum, væri hugmyndur og gæti orðið að veruleika svona til 2020 og þetta er einhvers staðar á bilinu 800 til 1500 íbúðir. Samkvæmt minni talningu. Ekki 2500 til 3000 leigu íbúðir sem að borgin muni útvega. En kannski á bara að segja, og ég veit að borgarstjóri vill gera það, já, við erum bara að telja það sem aðrir eru að gera. Og þegar aðrir eru búin að byggja nóg, þá höfum við staðið kosningaloforðið okkar. En það held ég það var ekki það sem ég skildi og það held að það ekki verið það sem almenningur skildi. Mér langar til þess að koma aðeins inn á í þessu samhengi, því hér verið að tala skipulagsmál og það sem framundan. En það að ég hef áhyggjur af því að það atvinnulífið. Vegna þess að á mörgum þessum svæðum sem verið að tala hefur auðvitað atvinnustarfsemi verið að víkja og það eðlilegt. Atvinnustarfsemi víkur fyrir íbúðabyggð, færi sér til. En hver langtíma hugsunum varðandi atvinnustarfsemi og ekki síst á starfsemi, grófa starfsemi sem þarf að flytjast til? Hvar á atvinnulífið að vera? Við höfum séð að það svolítið mikið að færa sig í burtu. Það uppbygging atvinnulífs á öðrum stöðum heldur en í borginni sjálfri. Hvar ætlum við að hafa björgun í framtíðinni? Hvar ætlum við að útvega almennilega lóði fyrir svona gróft atvinnulíf? Ætlum við ekkert að hafa það í borginni eða hvað? Þannig að leið og við erum að tala góða framtíðarsýn fyrir uppbyggingu og mögulega uppbyggingu langt fram í tímann, og þá segi ég hef áhyggjur af því að atvinnulífið sé bara ekki nógu vel inn í þeirri mynd. Svo finnst mér eitt áhugavert í þessu samhengi, þessum kynningum, að það það við höfum gagnrýnt á Sjálfstæðisflokknum að það hafi ekki verið staðið við það sem var eitt sinn markmið hjá félagsbústöðum, að það það að bæta að minnsta kosti 100 íbúðum við á ári, vegna þess að þörfin fyrir íbúðir í félagslega leiguíbúðakerfinu, hún auðvitað töluvert mikil þegar að rúmlega 500 manns eru talin verið í brýnni þörf
fyrir félagslegt leiguhúsnæði og 800 manns rúmlega á biðlista. Þannig að við höfum haldið því til haga að þetta var stefnan og það var staðið við þessa stefnu hér áður en var ekki gert á því kjörtímabili sem er liðið og við fengum í borgarráð, síðasta borgarráði, þá fengum við úttekt á því hver væri þörf fyrir félagslega leiguíbúðir í framtíðinni og þá var talað að það þyrfti til 2034 alls 727 íbúðir. 727 íbúðir. Að eftir 2020 að þá bara svo 5% fjölgun sem hefur verið á þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði, hún verður bara horfin allt í einu og er það bara mínus 1% árið 2020 í þessari úttekt sem við fengum. Og það sem er áhugavert í þeirri úttekt er það að þar er talað að fólki sem er í þörf fyrir félagslegt húsnæði ákveðin aldurshópur muni sáralítið fjölga. Og það er eina ástæðan fyrir því að komist að þessari niðurstöðu. Pluss að það er talið að aðra leiðir muni leysa einhvað af vandanum. En þessi úttekt segir sáralítið fjölgun, en glærurnar hérna sögðu alltaf 20% fjölgun íbúa í Reykjavík. En möguleikar á alltaf 20% fjölgun íbúa í Reykjavík. Nú veit ég að þetta er ekki hávísindaleg úttekt hér á glærunum og þetta er svona spá, en samt sem áður þá stangast þetta verulega á. Að annars vegar sé bara gert ráð fyrir að fólki fjölgi ekki og þess vegna sé ekki þörf fyrir félagslega leiguíbúðir. Hins vegar að íbúum getur fjölgað alltaf 20%. Verður engin í þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði þeirri fjölgun. Ég held að það væri bara mjög gott markmið að einbeita sér að því að leysa þessi mál leið og það er ágætt svo sem að telja upp það sem aðrir að gera í þessum húsnæðismálum. Það er ágætt, það er góðar upplýsingar fyrir okkur, en það er ekki með því verið að uppfylla það loforð sem gefið var að borgin myndi útvega 2500 til 3000 leiguíbúðir. Svo er annað sem mig langar til að nefna í þessu samhengi og það er það að fólk vill auðvitað eiga húsnæði og það hefur kannski ekki verið nógu mikið rætt í þessu samhengi að við eigum auðvitað borgin á þetta að leggja sig fram með það líka að það sé ódýrara að komast yfir húsnæði, ekki bara það sem þú ert að handvelja einhverja ákveðna, heldur bara almennt séð. Og ég hef oft orðað þannig að mér hefur fundist að ekkert voðalega gott business concept hjá borginni að lóðaverðið sé sífellt að fara upp. Ég er ekki þá að tala valin svæði þar sem er alveg sjálfsagt að bjóða út og fá hæstbjóðandi. Ég segi það er ekki gott business concept að lóðaverðið sé sífellt að fara upp og fólk hreinlega veigri sig við því að komast yfir eigið húsnæði og fara eitthvað annað. Það er miklu betra business concept, afsaki ég orðið þetta svona, að lóðaverðið sé lægra, fólk byggi, kaupi, leigi og borgi sína skatta og skyldu til Reykjavíkurborgar í staðinn fyrir að fara eitthvað annað. En svo langar mig til þess að tala það að líka í þessu samhengi sem hér er verið að tala að það er verið að handvelja. Ég geri í sjálfu sér ekki athugasemd við það að stúdentum séu útvegaðar lóðir. Það hefur leyst mjög margt og stúdentar treysta sig til að byggja meira eins og kom fram hér áðan, en vantar lóðir. En jafn ágætt félag og búseti er að af hverju að vera að handvelja það eina félag. Það er nefnilega þannig að það þarf líka samkeppni á leigumarkaði. Og við gerum það ekki með því að handvelja suma en aðra ekki. Það sem við eigum fyrst og fremst að gera er það að við eigum að stuðla því að svona húsnæðisfélög, alveg sama hvort þetta eru húsnæðissamvinnufélög eða hvað þau heita, eða einkaaðilar á markaði, við eigum að stuðla því að þau geti haft langtíma sjónarmið að leiðarljósi. Við eigum að gera ráð fyrir því að svona félög geti gert ráð fyrir hagnaði í rekstri.
og það er miklu nær gagnvart svona félög eða fyrirtæki eða aðra sem vilja vera á leigumarkaði og hasla sér þar völl að ganga þannig frá að ívilnanir gangi tilbaka verði viðkomandi íbúðarhúsnæði selt innan einhvers tiltekins tíma. Miklu frekar en að skilyrða ívilnanir við húsnæðisfélög sem innan gæsalappa eru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Það er ekki hægt að reka neitt án hagnaðarsjónarmiða. Það er ekki hægt. Það þarf alltaf að vera einhver afgangur af rekstri. Þannig það er miklu nær að setja svona skilyrði og bjóða bara hreinlega út þær lóðir sem að koma til greina undir húsnæði, undir leiguhúsnæði og láta keppa það. Og það má alveg hugsa sér það ekki bara vera að keppa verð, það má líka setja fram fleiri kategóriur eins og leigutíma, leiguverð og slíka þætti. Láta aðila á markaði keppa það. Að komast inn í að verða góð leigufélög sem að hjálpa okkur að styrkja leigumarkaðin sem við eigum auðvitað að gera alveg eins og markað fyrir þá sem að vilja eiga húsnæði. Fólk á bara hreinlega að hafa val og við eigum auðvitað að hjálpa aðilum á markaði með nægu lóðaframboði að geta haft þetta val. Ég ætla sjálfur sér ekki að hafa þetta fleira. Mér finnst að það er svona mikilvægast það sem ég vil skilja eftir þetta er það að mér finnst óljóst hvað leiguíbúðirnar geta orðið margar. Mér sýnist að það séu 850 til mestalagi 1500 til 2020. Það er óljóst og þetta að það er algjört skilyrði að það sé samkeppni á leigumarkaði og það sé ekki verið að handvelja samstarfsaðila þar, búseti, jafn gott fyrirtæki eða húsnæði samvinnufélag og það er á bara að keppa eins og aðrir. En það hefur búseti alveg getað það og lóðin við Smiðjuholt sýnir það alveg að þar hefur búseti keypt við á einhverju markaðsverði lóð eða lóðaréttindi undir 203 íbúðir. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá hefur hv. borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú að bregðast við ýmsu því sem hér hefur fram komið hjá félögum mínum borgarstjórn á eftir í lengra máli en að því að bæði voru þau að velta fyrir sér hvað Samfylkingin hefði sagt í kosningabaráttunni. Og það vill nú þannig til að það er nú mest allt á netinu þannig að það er mjög auðvelt að kynna sér það. Og sumt af því í löngu máli með mörgum myndum, annað í ítarlegum útvarpsviðtölum. En að því að þessi spurning kom upp og menn eitthvað að máta það við innleiðingaráætlunina úr húsnæðisáætluninu sem hér er 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúðir og finnst ekki vera samræmi þá bara vil ég bara segja það skýrt að það er algjört samræmi og ef að menn bara fara inn á spurt og svarað á síðunni XS Reykjavík þar sem að við svöruðum kjósendum sem voru að velta ýmsu fyrir sig þá er efsta spurningin hvernig á að byggja 2500 nýjar leigu- og búseturéttaríbúðir. Og svarið með leyfi forseta, við viljum stuðla byggingu 2500 til 3000 leigu- og búseturéttaríbúða í góðu samstarfi aðila eins og Félagsstofnun stúdenta, búseta, félagsbústað og einkaaðila. Þannig verður uppbyggingin hröð og örugg að borgin býður samstarfs við slíka aðila sem hafa áratuga reynslu á þessu sviði. Meginatriðið er að borgarbúar, ekki síst ungt fólk, eigi val fjölbreytt húsnæði á viðráðanlegu verði. Tilvitnun lýkur. Þetta eigi ekki að vera frétti fyrir neinn en ég vildi bara halda þessu til haga vegna þess að mér finnst örl á því að það eigi að breyta þessum fyrirheitum eftir á og gera tortryggilegt að svona eigi að vinna þetta. En svona er skynsamlegast að vinna þetta. Ef einhver er með aðrar og betri hugmyndir hvernig er þetta að fjölga leigu- og búseturéttaríbúðum hraðar, nú þá er ég alveg tilbúin að hlusta á það, en ég gat ekki heyrt að það væri slíkar hugmyndir uppi. En svona var þetta hugsað og ég held að þetta sé skynsamlegast. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, þá er andsvarum lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég þakka borgarstjóra fyrir fína kynningu og uppbyggingu sem á sér mislangan aðdraganda en á það sameiginlegt að hafa mestu verið gerð í þverpólitísku samstarfi ýmiss konar í gegnum árin. Það því margt jákvætt í pípunum varðandi uppbygginguna en það breytir því ekki að það velkist enginn í vafa að það vond staða á húsnæðismarkaðnum í Reykjavík. Það engin ástæða til að efast að það séu allir að vilja gerði til að bæta úr því ástandi en þess vert að ræða. Það verður nefnilega að viðurkennast að í þessu máli hefur verið flækst með svo loðnar útskýringar, hugtök, heiti og hugmyndafræði af hálfu meirihlutans að satt best að segja verður maður að hafa sig allan við til að yfirhöfuð skilja hvað það sem felst í áætlunum meirihlutans í þessu máli. Það auðvitað hægt að fara tilbaka nokkur ár, jafnvel áratugi, finna hvað gekk ekki upp, skoða hvað það sem misfórst. Þar margt hægt að tína til, eitt af því lóðaskortur sem þrýst upp of mikilli eftirspurn miðað við framboð og svo framvegis. Það vissulega nóg að taka, en það nóg að taka hér og nú mið af því sem hefur verið sagt til dæmis undanfarið hálft ár eða svo og kannski það sem bar þá helst á í kosningabaráttunni í vor og þá helst kosningabaráttu Samfylkingarinnar. Og já, ég ætla að ræða þetta skiptir máli. Þar nefnilega verður að segjast eins og að þar gerði Samfylkingin sek að vera ekki alveg skýr og jafnvel óheiðarleg í skilaboðum sínum varðandi lausnir á húsnæðisvandanum. Stórar yfirlýsingar 2500 til 3000 íbúðir var þeirra áherslumál sem skiljanlegt að hljómaði vel gagnvart þeim fjölmörgu sem finna á eigin skinni hvað ástandið orðið alvarlegt. En þar með var ekki alveg öll sagan sögð. Það verður að segjast eins og að efnislegar útskýringar á loforðinu voru fáar og óskýrar. Kvöldið fyrir kosningar svaraði núverandi borgarstjóri loksins spurningum hvað það varðaði en svaraði einungis með að telja upp öll þessi ágætu uppbyggingarsvæði sem þegar voru á áætlun í borgarlandinu. Án þess að svara því á nokkurn hátt hvað væri þá nýtt við það kosningaloforð sem kvað á 2500 til 3000 íbúðir. Til að gæta sanngirnis þá kannski sagði Samfylkingin aldrei beint út að nýjar íbúðir væri að ræða, enda sagði hún mest lítið beint út í þessum efnum. En eins og eðli kosningaloforða, þá gerir fólk ráð fyrir að vera sér að lofa einhverju nýju, einhverju sem ekki þegar til staðar. Við að heyra þennan útúrsnúning borgarstjóra reyndi ég að vera fyndin og benti á að kosningaloforð sem þegar allt kemur til alls kveður einungis á að telja upp það sem þegar búið að ákveða verði gert, svipað og kosningaloforð að reka áfram strætó. Mér fannst þetta nokkuð sniðugt hjá mér og það gerist ekki oft. Þannig ég ætla að endurvinna þetta og segja þetta aftur. Kosningaloforð Samfylkingarinnar í vor 2500 til 3000 íbúðir eins og kosningaloforð að halda áfram að reka strætó. Ekkert nýtt, engin stefnubreyting, heldur einungis leikur að skynjun kjósenda. En af hverju ég nú hér að tauta liðin kosningaloforð þegar að mörgu að taka í þessari umræðu? Ég að því, þar sem það orðið ágætt þróun í samfélaginu okkar að vera minnugri á það sem stjórnmálamenn lofa og hvernig efndirnar svo verða. Og það á gangi yfir alla, líka meirihlutann í Reykjavík. Ég rifja þetta líka upp því sömu spurningar og vöknuðu vegna kosningaloforðsins í vor eiga ennþá við í dag. Eins og ég kom inn á þá hefur verið erfitt að halda utan það efnislega þar sem því hefur verið þvælt á ýmsa kanta og erfitt að setja fingur á hverjar áætlanir eiginlega voru og eru. Í staðinn fyrir að reyna að halda utanum og lesa úr því sem hefur verið sagt og ekki sagt í málinu undanfarna mánuði því nærtækast að vísa til glænýjustu heimildar meirihlutans í þessu máli og það viðtal við borgarstjóra í Bítinu á Bylgjunni núna í morgun. Þar var hann skiljanlega spurður út í sína ágætu kynningu og uppbyggingarsvæðum í Reykjavík enda fínt og metnaðarfullt plan sem ríkir þverpólitísk samstaða að mestu leyti. En eftir að hafa hlustað á borgarstjóra í morgun enn ósvarað grundvallarspurningum hvers konar áætlanir, aðrar en lóðaúthlutanir, eiginlega að ræða. Í máli borgarstjóra í morgun kom fram að einungis var heildaryfirlit uppbyggingu í Reykjavík að ræða og samþykkti þá væntanlega án orða að ekki væri að ræða kannski sérstakar efndir á kosningaloforðinu sem hljómaði svo vel í vor sem slíku, þó eflaust hafi nú einhverju skilið kynningu borgarstjóra á það vel, en gott og vel. Borgarstjóri sagði jafnframt að það sem væri nýtt, það sem væri húsnæðisáætlun meirihlutans væri að búa til minni og ódýrari íbúðir með að láta leigufélög sem starfa ekki í hagnaðarskyni hafa lóðir á eftirsóttum stöðum til að framleigja til venjulegs fólks.
Og ég get ekki betur skilið borgarstjóra á annan hátt en að auki við íbúðir til stúdenta, búseta og félagslegar íbúðir myndi bætast við það sem hann kallaði almennar leiguíbúðir sem væru ódýrari því þær væru ekki boðnar hæstbjóðanda og borgin myndi ekki taka fullt markaðsverð fyrir. Þetta ýmislegt að segja. Það vissulega gott og nauðsynlegt að auka framboð á lóðum eftir lóðaskort undanfarna ára. Það gott að breyta byggingarreglugerð svo að hægt sé að byggja ódýrar og færri fermetrum. Þetta tvennt hefur ríkt þverpólitísk samstaða. En að fara í yfirgripsmiklar kynningar og uppbyggingu sem stundum að hluta kalla Reykjavíkurhús og stundum ekki og í að því að þar sé einhverja stefnubreytingu að ræða óskýrt og varpar enn fram mörgum ósvöruðum spurningum. Fyrir að fyrsta hægt að gagnrýna að borgin ætlar að handvelja samstarfsaðila eins og búseta eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson fór hér yfir áðan. Í öðru lagi engan veginn skýrt hvernig borgin ætlar að halda utanum og framfylgja því sem orðað á þann hátt að venjulegt fólk fái viðráðanlegri leigu á almennum leigumarkaði. Við erum að tala venjulegt fólk á almennum leigumarkaði. Þetta áhyggjuefni því dæmin allan heim sanna að afskipti hins opinbera af almennum leigumarkaði vond hugmynd. Byggingarkostnaður hækkar yfirleitt og allar útgáfur af leiguþaki skammgóðar vermir sem bjagar samkeppni og loks engum til góðs. Hagfræðingurinn Assa Lindbeck orðaði það reyndar svo að slíkt væri skilvirkasta leiðin til að eyðileggja borg fyrir utan sprengjuárás. Í þriðja lagi brýnt að halda til haga að það ekki einungis átök hugmyndafræði, átök íhlutun hins opinbera á almennum markaði já eða nei hagfræði einhver sem á hér við. Íhlutun hins opinbera gagnvart hópum sem þurfa ekki á skilgreindum stuðningi að halda einfaldlega ólögleg. Það brot á EES-reglum ríkisaðstoð að veita aðilum sem ekki skilgreindir sem hjálpar þurfi aðstoð hins opinbera ef það sama gengur ekki yfir alla. Ég hef minnst þetta áður hér þar sem borgarstjórnarmeirihlutinn bað ESA sem eftirlitsstofnun EFTA og heldur utan þetta regluverk undanþágu frá þessum reglum til að knýja áfram þessar hugmyndir sínar lægri leigu fyrir venjulegt fólk á almennum leigumarkaði. Ég hef áður spurt hvort að ESA hafi svarað þessari beiðni borgarmeirihlutans undanþágu en hef ekki fengið svar. Ég hef allavega ekki verið upplýst að ESA hafi veitt þessu undanþágu og geri því ráð fyrir að hún hafi ekki verið veitt. Þessar hugmyndir ódýrari almennar leiguíbúðir því í besta falli óskilgreindar og óútfærðar og í versta falli hreinlega ólöglegar. Kannski það versta í því að borgarstjórnarmeirihlutinn veit það vel, en það stoppar hann samt ekki í að halda á lofti þessum hugmyndum sínum án þess að tilkynna borgarbúum þann þátt málsins. Lagatækni umræða aldrei neitt sérstaklega skemmtilegu umræða, en auðvitað skiptir máli að borgarstjórn sé ekki vísvitandi að halda á lofti einhverju sem þau eiga að vita fullvel að ólöglegt. En burtséð frá lagatækninni, þá líka bara einfaldlega hægt að spyrja sig að því hvaða almennu borgarbúar fá að komast að í ódýru leiguíbúðirnar í Reykjavíkurhúsunum á þessum svokallaða almenna markaði. Hvernig verður valið í þær? Verður happdrætti í Reykjavík, í Ráðhúsinu? Hvað með þá borgarbúar sem í nákvæmlega sömu tekjuhópum og sambærilegum félagslegum aðstæðum að öllu öðru leyti sem þurfa að greiða fullt verð fyrir sína lóð og leigu? Hvar jafnræðið í því? Ég fagna því að hér sé tekin til alvarlegrar umræðu sú fína uppbygging sem að fara að eiga sér stað í Reykjavík. En þar verðum við að stíga varlega og heildstætt til jarðar með sanngirni og jafnræði að leiðarljósi. Fikt hins opinbera í markaðnum þrýstir alltaf upp verði á endanum en einkaaðilar í heilbrigðri samkeppni stuðla að lægra verði fái þeir sanngjarnt tækifæri til þess af hendi hins opinbera. Borgin á því ekki að taka áhættu með peningaskattgreiðenda með því að taka beinan þátt í einhvers konar samstarfi, einhvers konar íhlutun við bygginga- og leigufélag á almennum markaði. Hún þarf að skapa sómasamlegan ramma sem auðveldar einkaaðilum að byggja og leigja út íbúðir ódýrar. Það gert með því að bæta enn frekar úr lóðaskorti, hafa samkeppnishæfar gjaldskrár þannig að þeir sem búa smarra borga minna og einfalda og auka valfrelsi innan regluramanna. Það væri mun heiðarlegri og skynsamlegri nálgun til að virkja hugmyndaauðgi og kraft einkafyrirtækja á byggingamarkaði til að uppfylla brýna þörf almennings fyrir viðráðanlegt húsnæði. En ekki með að hafa ýjað að einhverjum töfralausnum að hálfu hins opinbera sem að öllum líkindum hreinlega ólöglegar fyrir utan að hafa á hættu að vera auðveldlega ósanngjarn bjarnagreiði fyrir húsnæðismarkað borgarbúa. Takk.
Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur hv. borgarstjóri aftur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta hafa verið áhugaverðar umræður og aðeins að stikla á stóru vegna þess að ég tek undir með borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttir. Þetta er mikilvæg umræða. Þetta eru mjög stór verkefni, mikil áform sem eru uppi en líka mikil þörf í samfélaginu. Það sem ég finnst hafa einkennt samt umræðan og hún er svolítið þversagnarkennd hjá minnihlutanum. Ýmist er verið að draga fram og það er alveg rétt að hér er verið að gefa yfirlitu mjög margar framkvæmdir sem eru á vegum einkaaðila eða þá að hafa allt á hornum sér við það að við séum með svo umfangsmikið inngrip á fasteignamarkað að það jafnist á við loftárásir ef ég man þetta rétt. Og ég er svo ástæða til þess að rifja upp hvað var sagt í kosningabaráttunni vegna þess að mér fannst örl á því bæði hjá borgarfulltrúa Guðfinnu Jónu Guðmundsdóttur og borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni að snúa því eitthvað öðruvísi. En þegar við erum að tala tæki borgarinnar þá erum við að tala lóðaúthlutanir í einhverjum tilvikum. Við erum líka að tala samstarfi gegnum skipulag. Og einn af rauðu þráðunum frá hruni hefur einmitt verið að bjóða uppbyggingaraðilum upp á það, jafnvel þó að það sé einkaaðila að ræða, að endurskoða skipulag til þess að koma betur til móts við kröfurnar, minni íbúðir, færri bílastæði og þannig ódýrari uppbyggingu. Og ég get ekki betur séð en að annars vegar ætti borgarfulltrúi Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir svona í nokkrum erfiðleikum með að leyna ánægju sinni með það sem að verið var að kynna en í raun að finna því að þetta væri mun brattari uppbyggingaráform heldur en ársmeðaltalið í aðalskipulagi. Og ég hef ekki heyrt nokkun einasta mann halda því fram að Reykjavíkurborg og það ætti skilja aðalskipulagið þannig að þar væri ekki ætlunin að byggja ef að meiri þörf væri en 750 íbúðir á ári og þar af einungis 25% af leiguíbúðum ef það væri raunverulega meiri þörf, nema raunar þennan sama borgarfulltrúa Guðfinnu Jónu Guðmundsdóttur sem að sneri svona út úr aðalskipulaginu aðdraganda síðustu kosninga til þess að reyna að sá einhverri tortryggni eða vonbrigði með það. En þannig vinnum við ekki eftir aðalskipulaginu, það er meðaltal til langs tíma, nú er þörfin meiri og þá byggjum við hraðar. Og það er alveg rétt athuga hjá henni að þetta þýðir að leiguíbúðaráformin eru framþung miðað við meðaltal aðalskipulagsins, jafnvel þó við gerum ráð fyrir að það gangi eftir þegar til lengri tíma er litið. Hér hafa komið upp sjónarmið varðandi búseta að það sé rétt að bjóða öðrum leigu- og búseturéttarfélögum sem er ekki rekin í hagnaðarskyni sömu uppbyggingarmöguleika og ég er einfaldlega bara sammála því. Og ég hef fundið að því að það sé galli í húsnæðisumhverfinu hér í Reykjavík og Íslandi að það vanti fleiri slík félög. Þess vegna settum við á stað sérstaka skoðun á því í samvinnu við verkalýðshreyfinguna fyrir 1,5 ári. En þar er verið að bíða eftir lagarammanum. Margboðaða lagaramma sem átti að efla húsnæðissamvinnufélög til þess að hægt sé að klára þessa skoðun. Við höfum sett okkur í samband við búmenn og önnur húsnæðissamvinnufélög en þau eru ekki í stakk búin til að fara í að bratt í þetta eins og búseta því búseti stendur betur. Nú það eru önnur byggingasamvinnufélög eins og Eyr sem fór illa af alkunnum ástæðum en við höfum sagt að við séum tilbúin að vinna með fleirum og að þar verði gætt jafnræðis en það er engu að síður þannig að þegar við eigum bandamenn í þessari uppbyggingu sem hafa sannað sig og hafa verið til í langan tíma og hefur sýnt sig að hafa komið fram vel við sína félagsmenn eins og Félagsstofnun stúdenta, eins og búseti, að þá eigum við auðvitað að vinna og tryggja að þeir geti byggt í samræmi við metnað sinn þannig að við náum þessum heildarmarkmiðum.
Ég spurður að því hvenar lóðir fyrir stúdendaíbúðir verða klárar. Ég get ekki svarað því upp á dag, en við munum gera allt sem við getum til þess að flýta því og ég alveg óþreyjufullur í því efni og borgarfulltrúinn sem spurði. Svolítið sömu sögu að segja af oddvita sjálfstæðismanna Halldóri Halldórssyni. Hann virtist ánægður með yfirlitið yfir það sem ýmsir verða að gera og það alveg rétt hjá honum að mjög mikið af því sem að þarna talað það sem aðrir að gera. En ég hef alltaf skilið hann þannig að þannig vilja hann reyndar hafa það. Og ég gat í hvorki í hans ræðu né ræðu Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur fundið í raun að þeim fyndist í raun nokkuð að þessu nema þá það helst að einhverjir hefðu ekki meðtekið að nákvæmlega svona væri hugmyndin að vinna málin þegar það var rætt fyrir kosningar. En nákvæmlega svona var reyndar talað þetta. Og þess vegna held ég að borgarfulltrúarnir verði eitthvað að endurskoða sinn málflutning að þessu leyti. Ég fann ekki til með borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni í tilfinningum hans gagnvart Björgun í mínum huga sem þarf að flytja sig til þess að rýma fyrir nýju bryggingahverfi. Minn hugur miklu fremur með íbúunum sem var lofað því af fyrirtækinu Björgun þegar þið fluttu þarna inn 2002 að fyrirtæki væri að fara. Og fyrirtæki hefur auðvitað margsvikið það, borgin hefur marglofað viðræðum það og það löngu kominn tími til að Björgun standi við þau fyrirheit sem gefin voru íbúum og borgin þarf einfaldlega að gera sitt í samvinnu við Faxaflóahöfn til þess að tryggja að það verði. Þegar kemur að hugmyndum á borð við þær að efla almennan leigumarkað með einhvers konar útboðsleið þar sem að til dæmis verður hægt að keppa í lágri leigu og annað slíkt, þá vil ég bara segja að ég algjörlega opinn fyrir slíkum hugmyndum. Ef að Halldór Halldórsson borgarfulltrúi eða aðrir vilja setja fram mótaðar hugmyndir af því tagi, þá held ég að það geti einmitt verið bara ágætt inn í þessa blöndu. Því að við erum að byggja upp heilbrigðari húsnæðismarkað fyrir fjölbreytt samfélag, þar sem að fólk hefur mismunandi þarfir og mismunandi lausnir og ég held að við verðum að nota fleiri en eina aðferð. En ef við berum saman húsnæðismarkaðinn við nágrannalöndin, að þá vantar samt þennan enda sem ekki í hagnaðarskyni og þó það sé alveg rétt hjá borgarfulltrúum að rekstur þarf að standa undir sér að þá munurinn á félögum sem ekki rekin í hagnaðarskyni að hagnaðurinn ekki tekin út úr rekstrinum heldur nýtist og endur úthlutað í lægri leigu til félagsmanna. Auðvitað yfir langan tíma því að þegar verið að hugsa húsnæðismál þá þarf að eiga fyrir viðhaldi og öðru sem að fellur til á löngum tíma. Eldmessu borgarfulltrúans Hildar Sverrisdóttur í raun erfiðast að svara vegna þess að öðrum þræði var verið að segja að þarna væri að ræða verkefni sem að löngu væri ákveðin og þverpólitísk samstaða væri en hins vegar að hér væri verið að fara með eld og brennisteini sem jafnaðist á við sprengjuárásir sem ekkert gaman mál á borgina og þá held ég að hið fyrra sé skárra. Það sem við vorum að gefa fyrirheit fyrir kosningar var að vinna í samræmi við samþykkta húsnæðisstefnu borgarinnar, í samræmi við aðalskipulagið, að vinna í samvinnu við þá sem að hefðu reynst best á þessu markaði og fyrir þessa fjölbreyttu hópa, stúdenta, fyrir þá sem vildu búseturétt, fyrir þá sem vildu íbúðir fyrir aldraða og það sem ég var langt mest undrandi á ef að ég á að upplýsa það í þessari kosningabaráttu var að þessi áform væru gagnrýnd eins og þau væru umdeild því að ég var miklu nær Hildi Sverrisdóttur borgarfulltrúi því að ég held að væri nú bara býsna góð samstaða þetta en þá var farið að tala þetta sem einhvern sósíalisma andskotann sem að jafnaðist á við sprengjuárásir og ég kunni ekki við það og kann ekki en mér finnst ég ekki hafa fengið neitt einasta botn
neitt einasta botn í það að ef að minnihlutinn er óánægður með þessi uppbyggingaráform og þetta yfirlit eins og það lítur út, hvernig hann vilji vinna þessu í staðinn til þess að koma til móts við þá brýnu þörf sem er á húsnæðismarkaði. Þetta er vissulega flókið úrlausnarefni, en ég held að sé ekki hægt að leyfa sér svona léttúð og það hefur, til að halda því til haga, aldrei verið sótt neina undanþágu frá ríkisaðstoðarreglum, heldur voru uppbyggingaráformin kynnt fyrir ESA vegna þess að þau væru einmitt ekki í andstöðu við reglur ESA. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjóri fór yfir þetta aðeins hér, hvernig hans sýn er á þetta. Mér langar til þess að nefna bara eitt atriði að ég hef stuttan tíma og það er það að ég fór hérna inn á atvinnulóðirnar og ég hef virkilega áhyggjur af því og það eru margir sem að deila þeim áhyggjum með mér að við þurfum að hugsa meira fyrir því hvernig við ætlum í framtíðinni að haga til dæmis grófum atvinnurekstri. Er stefnan svo að við viljum ekki hafa hann í borginni eða hvað? Ég er sammála borgarstjóra það að ég hef áhyggjur af íbúunum í Bryggjukörfunu en einhvað verður fyrirtæki að fara og ef það er einhverja bráðabirgða lausnir eins og það er að fara á Sundahafnasvæðið eða eitthvað slíkt, þá sé ég ekki lausnina í því. Þannig að það þarf að vera einhver framtíðarsýn hvað þetta varðar. En að sjálfsögðu þarf fyrirtæki að færa sig á þessu svæði. Þetta er framtíðar uppbyggingarsvæði og íbúunum var að lofa því. En ég sef alveg á nóttunni yfir þessu, varðandi fyrirtæki sjálft, en ég ítreka það þarf líka að hugsa atvinnulífið. Fólk þarf vinnu, fyrirtækin þurfa athafnarými, þau þurfa lóðir og þau þurfa að geta vaxið til framtíðar og auðvitað eigum við að kappkosta að halda í atvinnulífið í borginni. Þannig höldum við íbúanum og fáum fleiri íbúa. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið að veita andsvar, þá svarar borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, að sjálfsögðu þarf að hugsa fyrir þörfum atvinnulífsins og það hefur Reykjavík alltaf gert, raunar langt umfram það sem þekkist í nágrannasveitarfélögunum mörgum, þannig að það er mjög hátt hlutfall nágranna okkar sem vinnur í Reykjavík og það er ágætt. Aðalskipulagið tekur líka á þessu. Það er ekki bara fundin staður fyrir íbúðir fyrir 25.000 íbúa, sem er eina 14.000 íbúðir, heldur líka atvinnuhúsnæði fyrir 18.000 störf í 1 milljón fermetra sem eru 50 til 60.000 fermetrar af öllu tagi. Þekkingakjarnin er í Vatnsmýri, fjármálakjarnin er í Borgartúni, það er verið að opna ný atvinnusvæði upp á Hólmsheiði og upp á Esjumelum. Hafnarsvæðin standa fyrir sínu, þar erum við að hugsa þetta í enn meiri heild og Grundartangi tekur auðvitað sitt. Ég held að vandinn með Björgun sé ekki sá að borgin hafi ekki verið tilbúin til viðræðna, heldur fyrirtækið hefur ekki verið samningsfúst. Síðan er það önnur spurning hvað við eigum að horfa þröngt á Reykjavík þegar atvinnustarfsemi er annars vegar og kannski er næsta skref í hugsuninni svo það að horfa á stærri sameiningu hafna, horfa á höfuðborgarsvæðið sem heild og vera ekki að föst í sveitarfélagamörkunum, heldur hugsa hvað er hagkvæmast fyrir atvinnulífið heild og þar með uppbyggingu svæðisins í heild sinni. En það er auðvitað önnur umræða. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að svara andsvari, þá er andsvarum lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, mér langar nú að byrja því að taka heilshugar undir það sem fram kom hér hjá fulltrúum minnihlutans og bæta því við að það er verulega gagnrýnisvert hvernig unnið hefur verið frá því að hópur húsnæðismál einhvern veginn leystist upp í einhverju þoku, ég veit ekki hver tók það ákvörðun eða hvernig hún var tekin. Þá
skil ég vel að borgarstjóri sé að hér að tala að það sé erfitt að sjá til botns því að samvinnan bara eins og synda í drullu skítugu vatni. Við vitum ekkert hvað snýr upp eða niður. Maður veit í raun og veru ekki hver stefna ykkar í málum. Mig langar að nefna nokkur dæmi, til dæmis með búseta. Þú veist, vorum við ekki að tala að reyna einhvern veginn að gera þetta þannig að þetta myndi samræmast góðri stjórnsýslu, að við myndum einhvern veginn ekki hampa einu félagi fram yfir annað. Það var talað non-profit, það ekkert hægt að segja að búseti sé það endilega. Það ekkert hægt. Það þurfa pottþétt og við sem þá hópur þurfum að skilgreina hvað við erum að meina þegar við tölum það. Því það hún ekkert, skilgreiningin liggur ekki fyrir. Nóg að versla við félag sem að segist vera það? Þurfum við ekki að horfa í einhverja aðra reglur með það? Ef að það stefnan ykkar. Ég ekkert endilega að segja að ég vilja taka undir hana því ég tekir heilsugur undir með Halldóri Halldórssoni, borgarfulltrúa Sjálfstæðismanna, að mér finnst að rekstur eigi að vera profit. Ég held að það sé betra. Ég held að hann nái meiri hagkvæmni og meiri verðmætum þannig fyrir þá sem að eiga hann og þá sem að nýta afurðir hans, þá íbúðana. Annað líka, og það það sem kemur svolítið óvart, kom mér kannski ekki óvart í vor þegar verið að kynna uppbyggingunni í Reykjavík, að það skyldi vera nefnt einhvers konar hugmynd að Reykjavíkurhúsum. Hins vegar það þannig, og við höfum rætt það hér, held ég allavega 2 eða ekki 3 að einhvern veginn verkefnið algjörlega á huldu. Við sem sitjum hér í minnihluta, okkur haldið í þoku. Það bara svo einfalt. Okkur haldið í algjöru þoku hvað verið að tala eða hvert verkefnið á að stefna. Maður þarf einhvern veginn að afla sér upplýsinga þetta út í bæ og þar skilur maður heldur ekkert hver stýrir ferðinni. En eins og fólk kannski þá Reykjavíkurhúsin blanda og það sem sjálfur sér ekkert mál og ágætis hugmynd. Það eina sem flækist fyrir að þar fer einn hópur sem að reyndar kom allt í einu eins og þruma úr heiðskíru lofti. Aldrei var það rætt við minnihlutann í Reykjavíkurborg þá að fara að opna faðminn fyrir nýjum félagslegum hópi. Það var gert einhvers staðar í bakherbyggi, algjörlega án okkar aðkomu. Þannig að það að vera að synda í gruggugu vatni alveg mjög góð líking við það að vera að vinna með meirihlutanum í Reykjavík. Það bara svoleiðis. Við vitum ekki hvað snýr upp eða niður. Hver staðan á þessum Reykjavíkurhúsum? Á að halda því til streitu að bæta hér við stórum hópi fólks sem á þá rétt á örfáum, þetta getur orðið allt, held ég, upp í 200 íbúðir. Ef ég þori að horfa í ykkur á tölur, því ég veit í rauninni ekkert hver stefnan Ég veit ekkert hvert þetta að fara. En mér skilst að þetta geti orðið alltaf 200 íbúðir sem þá að fara til þessu hóp sem að kallast efnaminni. Hann ekki sá hópur sem við teljum þurfa til dæmis á sérstökum húsaleigubótum að halda. Þetta ekki sá hópur. Það hópurinn sem hins vegar hefur verið vanræktur mikið og þarf á, og þar þörfin fyrir félagslega húsnæði að koma inn. Þetta skilst mér að séu 3000 manns, 3000 Reykvíkingar sem að falla undir þessi viðmið að vera efnaminni, samt ekki svo efnalítil að þurfa á sérstæku húsnæði að halda eins og félagslegri íbúð. Það liggur ekkert fyrir og hefur aldrei verið rætt við minnihlutann hvernig eigi til dæmis að úthluta í þessar íbúðir. Vegna þess að þarna að sjálfsögðu verðmæti þar sem einhver hópur fólks á að fá að njóta verðmæta umfram aðra og það þarf að sjálfsögðu að ræða það hvernig á að innleiða það þegar ekki nærri því til nóg. Það hefur komið fram og það einhver hugmyndavinna í gangi hjá félagsbústöðum, ég veit það. Og það ekkert að segja manni hvað menn að hugsa. Mér skilst að sé einhver vinna þar
og við einhvern veginn fáum ekkert að vera með í henni, eða þá að meirihlutin að láta hana fara fram þar svo að við höfum enga aðkomu að henni. Maður spyr sig. Ég held að ef að þetta svo að það sé verið að vinna mjög mikla lögfræðivinnu til dæmis til þess að komast einhvern veginn í gegnum það hvernig sé hægt án þess að bara lenda í einhverju svona jafnræðis óreglu að úthluta til þessa hóps, að það sé verið að fjárfesta í alls kyns ráðgjöf, lögfræðiráðgjöf og einhverju dýrri vinnu, þá myndi ég vilja fá að vita það. Er meirihlutinn í Reykjavík að standa fyrir þessu? Hver var að biðja Félagsbústað að gera þetta? Hér var í gangi vinnsla við eigendastefnu Félagsbústað. Hvar er hún stödd? Er búið að samþykkja hana? Af hverju þetta ekki rætt við minnihlutann? Það að vera að tala hér að vera talsmaður opinna stjórnarhátta og lýðræðislega vinnubragða ekki það sem við erum að upplifa. Þetta algjör þokumóða og það ekkert furða þó að borgarstjóri viðurkenni að sjást ekki til boss. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Það búin að vera miklar umræður hérna frá því við byrjum í dag tölur og fjölda íbúða. En borgarstjóri hefur það allavega viðurkennt fyrir okkur núna. Hann hafi aldrei lofað þessum íbúðum. Þetta sé allt byggt á misskilningi og þá liggur það bara fyrir og við þurfum ekkert að eyða meiri tíma í að velta vöngum yfir því. Það sem mig langar aftur á móti að fara í, að það að ræða þetta aðeins hérna á íslensku. Reynum að setja þetta aðeins á mannamál því að þetta jú miklar tölur og það lagatæknilegar útfærslur á þessu sem að ofta ekkert nema á færi mikilla sérfræðinga að skilja. Fyrsta hugsunin sem að kemur upp í huga mér eftir að ég hlusta á þetta og ég hlusta á kynningu borgarstjóra með jákvæðum huga, að það að mér finnst núna, það svo að segja, koma svona ný hugsun inn í þessa húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Ný hugsun sem byggir á því að við ætlum núna að úthluta fleiri lóðum til félagsbústaða, til námsmannafélaga sem alltaf fara í uppbyggingu. Það hefur reyndar alltaf verið gert og því skal haldið til haga. Við ætlum að fara í úthlutun á lóðum til byggingarsamvinnufélaga, þó aðallega eins, búseta og síðan hefur dúkkað upp kom fram í glærukynningunni einhverju svona vinahópar sem hafa verið að festa kaup á íbúðum. Og ég svona, já, þú veist, við getum bara öll verið vinir, en það sem sérstakt við það þetta náttúrulega raunverulega ekkert svona. Málið náttúrulega það, fyrsta lagi, að þá hafa byggingarsamvinnufélag námsmanna alltaf fengið þessar íbúðir, þessar lóðir sem velviljaðar lóðar úthlutanir. Og við erum ekkert að fara að breyta því og meirihlutinn ekkert að fara að breyta því heldur. Það sem snýst kannski bara eins og alltaf, þú veist, hvenær hefur hann tíma, eða hvenær verður tími til þess að úthluta þessu, hvenær verður skipulagið tilbúið og annað. Og ég skil alveg að þá vinnu þurfa að vinna. En síðan flaggar borgarstjóri að Tryggvagata 13 sé til dæmis eitthvað verkefni sem sé einhver svona vinahópur sem ætla að fara að byggja þar. Og það kemur nú fram í fréttatilkynningu á RÚV. En ég gat ekki fengið annað séð í borgarráði þegar við fengum þetta málinn á borð til okkar 21. ágúst að þá væri þessari lóð úthlutað til einkahlutafélags, Húsa- og skipulag EHF, þar sem lóðin og byggingarréttinu var úthlutað.
þar var hvergi sagt, þú veist, við okkur allavega í minnihlutunum og þá getið tekið undir með borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur að við erum dálítið í myrkrinu með þessar hluti, það liggur ekki einhvern veginn allt upp á borðinu. Við vitum ekkert með einhverjum gögnum að þetta sé fyrir einhverja vinahóp eða þarna standi fleiri á baku það heldur en hreinlega skráð hverjir eru eigendur þessa húsnæðis. En því skal nú haldið til haga að það nú búið að framselja þennan ágæta reit, hús hérna Tryggvagötu 13, frá húsi og skipulagi EHF til T13 EHF, frekar en T14, mann það nú ekki alveg, T13, og þar eru 7 stofnendur. Þessi sem var í fyrirsvari fyrir hús og skipulag sagði nú einnig að hún teldi að það yrðu hérna færri sem myndu standa að þessu, en vinahópurinn stóð sem sagt saman af arkitektum, raflagnahönnuðum, burðarþols og lagnahönnuðum, hönnuðum og byggingastjóra. Ég sé ekkert annað heldur en þetta sé bara hérna fjárfestinga og verkefna fyrirtæki sem að fara að taka þarna lóðir. Allt í lagi, þeir kaupa ná 360 milljónir og við erum nú ánægð með það að hafa fengið nokkra krónur og aura í kassan. En það er ekki bara þetta. Það snýst líka það að við verðum að gæta jafnræðis og við verðum að huga að því að við verðum að vera með velviljaðar lóðarúthlutanir. Og nú tek ég bara eins og til búseta. Hvernig eða til annara félaga, non-profit eða profit sem verða stofnuð í því skyni að koma hérna á fót skilvirku leigumarkaði þannig að leiguverð verði lægra. Eftir atvikum þó endursöluverð vegna þess að við verðum að hafa í huga að sko fyrirtæki í eðli sínu geta breyst, rekstri og rekstraráætlanir geta breyst og einhverju tímapunkti gæti verið að þessar leiguíbúðir myndu seljast. Hvernig ætlum við að tryggja að lágt lóðarverð skili sér að lokum til neytandans? Ætlum við eða þá lágt leiguverð skili sér til neytandans? Ég hef velt þeirri hugmyndu upp hvort að rétt sé að þinglýsa kvöð gera það í lóðarleigusamningin, takmarka framsal á þessum lóðum til þess að koma í veg fyrir þá svokallað lóðarbrask á milli aðila vegna þess að borgarstjóri réttilega benti á og hefur komið fram í ræðu annarra borgarfulltrúa hér í dag að þá hafa verktakar verið að kaupa lóðir af bönkunum, ekki lóðir sem Reykjavíkurborg á beint og við vitum alveg hvernig þær lóðir komust í eigu bankana. Það var hérna mikil uppkaupstefna fyrir hrun þar sem var verið að tryggja sér þar sem að fjárfestingafélög voru að tryggja sér lönd og lóðir til uppbyggingar á sem síðan fóru á hausinn í hruninu. Svo hefur einhver hluti af þessu alveg án efa verið afskrifaður og síðan hafa núna þeir byggingaverktakar sem standa ennþá uppi eftir hrun með afskriftum eður ei verið að kaupa þessar lóðir. En við verðum í borgarstjórn og við sem erum að vinna hérna saman að tryggja það að ef við erum að fara í velviljaðar lóðarúthlutanir að þær skili sér til neytandans og það eina leiðin að hafa einhvers konar kvöð á úthlutunina á lóðinni. Og ég vil bara að þetta verði tekið almennt til umfjöllunar. Í þessari fínu glærikynningu, þar sem verið að tala hérna 2500 til 3000 íbúðir, ég er bara ruglast reyndar dálítið oft í þessum tölum, af því það hækka og lækka svona eftir hvernig vindar að blása, þá finnst mér eðlilegt í ljósi þeirra miklu þarfar sem staðreynd á félagslegu húsnæði. Þá er að tala skilgreiningar félagsbústaða á það hverju uppfylla kröfuna að fá félagslegt húsnæði. 840 umsókn held ég og 500 og eitthvað rúmlega 500 í brýnni þörf. Þá höfum við í framsókn og flugvallavinum komið fram með óskað eftir upplýsingum það hvort að félagsbústaðir sé að tryggja sér að kaupa eitthvað af þessum íbúðum á teikniborðinu. Það alþekkt og það var meðal annars í fréttum í þar síðustu viku til dæmis eins og Mýragata 26, þar komið ljós að stór fjárfestingahópur hafði keypt
íbúðirnar á teikniborðinu og þar af leiðandi fengi þær ódýrari með við markaðsverð á eignunum í dag og þetta eitthvað sem þannig er ég ekki að mæla með því að félagsbústaðir fari í eitthvað fasteigna brask. Það alltaf sagt mig þegar ég kem með einhver svona hugmyndir á Reykjavíkurborg að fara að braska. Nei, alls ekki. Heldur Reykjavíkurborg á að styðja við fyrirtæki sitt félagsbústaði í að sinna þeirri grunnþjónustu sem að okkur falin samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga 45. grein að tryggja það að þegar að við erum að úthluta lóðum til leigufélaga og sérstaklega þá í þessu tilviki búsetið, það virðist vera eina félagi sem upp á borðinu í dag, að félagsbústaðir það sé fyrirfram kvöðum það að þeir eigi rétt á að kaupa x margar íbúðir. Það auðvitað erfitt að koma þessu inn þar sem að byggingaverktakarnir eru að kaupa beint af bönkunum. Ég kom með þessa hugmynd inn á, ræddi þetta lítillega á borgarráðsfundi þegar þessi bókum var gerð í tengslum við uppbygginguna í Bryggjukverfinu, en þar auðvitað sko verktakinn að kaupa lóðina af banka og Reykjavíkurborg bara að sjá að skipuleggja það. En aftur á móti að í skipulaginu að þá er Reykjavíkurborg samt sem áður ofta að gera breytingar til hagsbóta fyrir verktakann, eins og þess að heimila byggingu á minni íbúðum sem eykur seljanleikann. Þannig að spurninginni, getum við ekki komið að samningaborðinu við þessi verktaka þó við séum ekki að úthluta þeim lóðunum, þó þeir séu að kaupa lóðurnar beint af verktakanum, af bankanum, að við með einhverjum hætti tryggjum félagsbústöðum einhverja prósentu, einhvern fjölda íbúða í þessum eignum. Þannig myndum við strax sjá árangur. Og nú ég bara að leggja línurnar fyrir meirihlutanum vegna þess að ég get ekki beðið í 4 ára eftir að mínar hugmyndir verða veruleika. Nú ég að leggja fram hugmyndir fyrir meirihlutanum til þess að notfæra sér, því það er svo auðvelt að fara þessa leið. Það að nota samningatækni. Nota samningatækni eins og við höfum leiðindar rætt í varðandi flugvallarmálið og ég vil endilega að Reykjavíkurborg taki þetta upp til þess að við getum sýnt fram á það að við séum með stefnunni, þessari húsnæðisstefnu sem vera að leggja fram, að tryggja félagsbústöðum þær íbúðir sem þeir þurfa til þess að vinna upp þá þörf sem að safnast fyrir á síðasta kjörtímabili. Og borgarstjóri hefur, og ég fagna því, lagt til að það verði ráðist strax mjög fljótlega, ef ekki fengi kannski tímasetningu á því, í að kaupa 500 íbúðir. Og það er hægt. Og við erum alls sammála að gera það. Og það er einfaldasta leiðin, er að byrja á að gera kauptilboðin og að tryggja okkur í þessum verkefnum, þessum að fara að koma inn í umhverfis- og skipulagsráð, samþykki á breytingar á deiliskipulögum eða inn í borgarráð þar sem er verið að úthluta lóðum eða inn í sölu á byggingarreitum. Og þá tekið til dæmis eins og byggingarreitin að Tryggvagötu vegna þess að kvaðirnar þar voru meðal annars að það á að vera verslunarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og jarðhæð, síðan eiga að vera litlar íbúðir og síðan eiga að vera stórar íbúðir efst. Það hefði verið svo auðvelt að setja í útboðsskilmálana að krafan er sú að Reykjavíkurborg félagsbústaði geti keypt, nú veit ég ekki, 10% af litlu íbúðunum sem verða byggðar þarna á x fyrirfram ákveðnu verði. Og það er þá bara einhver forsendur sem að tilboðsgjafinn veit þegar hann er að gera tilboð í þetta, að hann verður að selja félagsbústöð þessar íbúðir á þessu verði og hann gerir tilboð út frá því. Þannig að til þess að draga þetta saman að þá ef við höldum þessu áfram svona, án þess að taka nokkuð tillit til þeirra umræðu sem að minnihlutinn hefur komið fram með hérna, þá erum við að brjóta jafnræði. Við brjótum jafnræði á milli félaga sem eru eru að leigja íbúðir, hvort það er samvinnuleigufélög eða önnur leigufélög, ef við ætlum að fara að úthluta einu félagi umfram annað. Það getum við ekki gert.
vegna þess að það tryggir ekki þá niðurstöðu sem ég held að meirihlutin sé að leitast eftir með því að koma fram með þessa húsnæðisstefnu. Við skulum aðeins horfa á bakvið allt orðaskrúðin sem hafður hvað sem við köllum þetta Reykjavíkurhús, búseta, sölu á byggingarréttum, ókeypis byggingarrétti. Við skulum bara horfa á þetta eins og þetta Það náttúrulega enginn að fara í þetta til þess að hagnast ekki. Enda það alveg ljóst að þannig fyrirtæki deyja yfirleitt drottni sínum mjög fljótt. Áður en ég og síðan það umræðan atvinnulífið og atvinnulóðirnar. Við skulum taka orð borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar hér upp og gera taka þessa hugmynd sem hann hefur komið með. Ég held reyndar að það þurfi bara að eiga sér stað umræða í borgarstjórn á opinberu vettvangi atvinnustarfsemi og atvinnuuppbyggingu í borginni. Áður en ég lýk máli mínu þá ætla ég að vísa í minnisblað sem var lagt fyrir á fundi borgarráðs núna síðast þarfagreining vegna uppbyggingarstefnu Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum félagslegt leiguhúsnæði. Og því miður að þá þar pottur brotinn í þessari þarfagreiningu og ég treysti því að meirihlutinn hafi hana ekki að leiðarljósi við framkvæmd á stefnunni sinni, þar að segja uppbyggingu á félagslegu húsnæði, vegna þess einfaldlega að forsendur áætlunarinnar dálítið eins og þegar lítill krakki kemst í Excel og hann verður mjög fljótt svona Excel-ríkur. Í forsendunum ekki gert ráð fyrir fólksfjölgun í þeim hópi aldurshópi sem sækir mest félagslegt húsnæði. Það gert ráð fyrir 5% fjölgun umsókna milli ára og að biðlistar fari ekki yfir 300 umsækjendur á tímabilinu. Þrátt fyrir þessar forsendur þá telur þetta blað að þörfin sé 129 íbúðir á ári og eigi að fækka á 7 árum, það að segja frá 2017, þar sem hún þá 129, niður í 3,4 íbúðir á ári. Og þetta skjal, að þetta skuli vera lagt fram í nóvember 2014, alveg hreint með ólíkindum þegar Reykjavíkurborg nýbúin að svara því til velferðarráðherra að það sé uppsöfnuð þörf á 830 íbúðum á ári. Þá ekki hægt að koma fram með áætlun sem segir að fram til ársins 2034 þá bætist við 727 íbúðir. Það gengur ekki upp. Þessi talnaleikumi með ólíkindum. Þannig að við skulum ekki vera að tapa okkur í þessu, þetta gengur ekki upp og ég trúi því að meirihlutinn ætli bara að breyta þessari nálgun sinni. Og ég veit að þau geta ekki haft annað leiðarljósi heldur en að ætla að standa við skyldu sinni samkvæmt lögum, að sjá þessi minna mega sinni í borginni fyrir húsnæði. Ég ekkert að sjá að þessi þörf sé beint að minnka á næstu árum. Sérstaklega ekki tekið tillit til þess einmitt í aðalskipulaginu hjá okkur, í öllum spám Hagstofunnar og í þeim spám sem að Reykjavíkurborg hefur að gera, áframhaldandi aukning á fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur háttvirtur borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, umræðan heldur áfram og það ágætt. Ég vil gera skýran greinarmun á félögum sem rekin í hagnaðarskyni og þau sem ekki rekin í hagnaðarskyni. Og það alveg rétt að við verum að gæta jafnræðis, en það jafnræði á þá að vera innan þess hóps sem ekki rekin í hagnaðarskyni og síðan gagnvart hinum sem rekin í hagnaðarskyni. Og ég ítreka það að við höfum rætt við þau búsetusamvinnufélög sem ekki rekin í hagnaðarskyni og við viljum gjarnan ná samstarfi við þau. Búset eitt þeirra og
það rögleysa að halda því fram að hann sé ekki rekinn í hagnaðarskyni, enda vinnur hann samkvæmt lögum húsnæðissamvinnufélög og ég myndi vilja fá einhver rök fyrir því áður en borgarfulltrúar halda svona fram. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, kom hér upp og ákvað að gera það einu sínum upphafsorðum að það lægi þá fyrir í orðum borgarstjóra að hann hefði ekki lofað að beita sig fyrir byggingu leiguíbúða eða eitthvað þaðan að verra. Ég skil ekki þörf stjórnmálamanna til þess að reyna að snúa veruleikanum á haus til þess að villa fyrir fólki, en það hefur engin slík yfirlýsing komið hrotið að mínum vörum í þessari umræðu, heldur þvert á móti að þá hef ég haldið því til haga hvað var sagt fyrir kosningar, sem var það að ef að við fengjum til þess umboð þá myndi Reykjavíkurborg beita sig fyrir því að 2500 til 3000 leigu- og búseturéttar íbúðir myndu rísa og fara í uppbyggingu á næstu 3 til 5 árum í Reykjavík. Þetta var sagt aftur og aftur vegna þess að þetta skipti máli, það var okkar mat að þetta væri mikilvægt. Í því skiptir ekki öllu máli hvort að þetta geti talist nýtt loforð eins og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir talaði heldur að þetta væru nýjar íbúðir. Og já, búsetaíbúðirnar í Einholti Þverholti voru hluti af þessari upptalningu. Tryggvagata 13 var það ekki, sú lóð var seld hæstbjóðanda. Og þess vegna finnst mér alveg á mörkunum að reyna að blanda því saman við þetta. Það var einfaldlega selt hæstbjóðanda. Ég nefndi það fyrst og fremst sem áhugaverða þróun ef að svona félagahópar eða áhugahópar að taka sér saman og bjóða í þetta. En mér finnst mjög óviðeigandi þó að þarna sé einhverjir vinir að fara að kalla það einhverja vinaúthlutun. Hvað verið að gefa í skyn? Að borgin hafi selt þeim sem voru hæstbjóðendur af því að þetta væru vinir. Vinir hverra? Vinir þá þeirra sem sitja í borgarstjórn eða eitthvað slíkt. Þarna var einfaldlega skýr, gagnsær ferill þar sem að lóðin var seld hæstbjóðanda. Og það vildi þannig til að hæstbjóðendur voru með félag, einhverjir vinir sem höfðu stofnað félag sem að keyptu lóðina. Við skulum ekki tala þannig að það megi skiljast að þetta hafi verið einhver vildar gjörningur. Þau voru einfaldlega hæstbjóðendur. Síðan rakti borgarfulltrúinn hugmyndir að þinglýsa kvöðum inn í lóðaleigusamninga sem einmitt sú leið sem farin og bara ágætis ábendingar. Það sú leið sem hefur verið farin þegar borgin hefur viljað tryggja að eitthvað húsnæði sé varanlega sem leiguhúsnæði til langs tíma og því verður beitt áfram. Ég held við verðum líka meira að þróa ákvæði það hvernig farið með byggingarétt sem við erum þá ekki innheimta gjald fyrir þegar að ræða félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, vegna þess að við getum auðvitað lent í því ef að hér verða einhver óvænt áföll í samfélaginu og einhver slík félög fara á hliðina. Og hvað gerist þá með þetta lóðaverð sem lagt inn í svona félög? Ég held að við verðum að ná utan það í svona skilmálum. En síðan held ég að leiðir skilji með mér og borgarfulltrúunum þegar að hann lýsir þeirri skoðun sinni að það séu ómöguleg félögin sem ekki eru rekin í því skyni að hagnast ekki, þar að segja þau sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Því að við erum búin að fara í gegnum eina býsna sársaukafulla tilraun þar sem að lagt var mat á þetta. Og þar getum við bara borið saman hvernig félögin, Félagsstofnun stúdenta og Búseti reiddi af í samanburði við önnur félög sem voru rekin í hagnaðarskyni fyrir hrun. Vegna þess að þessi tvö félög og Félagsbústaðir sem félag Reykjavíkurborgar eru því miður eitt af mjög fáum dæmum félög sem að stóðu af sér hrunið. Það reyndi á þau öll en stóð af sér hrunið. Og getur verið að það tengist því að þau voru ekki áhættusækin og önnur félög. Það merkilegu kafli leigufélög í rannsóknarskýrslunni Íbúðalánasjóð. Það nefnilega rakin saga tilraunaverkefnis í því að efla leigumarkað sem Reykjavíkurborg tók þátt í og þar var úthlutað lóðum á mjög góðum kjörum
þar lagði Íbúðalánasjóður til lán á mjög góðum kjörum og þar sem var að ræða félög sem rekin voru í hagnaðarskyni, þá voru teknir á þessu snúningar og þessi félög lentu öll nema eitt í þroti inn í Íbúðalánasjóði. Og hver ætli nú hafi verið með þetta eina félag sem ekki fór þannig með? Það var reyndar Búseti, sem líka reka leiguíbúðir. Hjá Félagsstofnun stúdenta sagan svo að bankarnir reyndu oft á ári að hvetja Félagsstofnun stúdenta til þess að umbreyta lánum sínum í gengistengd eða gengistryggð lán, sem Félagsstofnun stúdenta gerði ekki, heldur hélt sig við sín gömlu lán og fór ekki á höfuðið. Þannig að ég held að fara nú svolítið tvennum sögum það hvort að skynsamlegt að veðja á félög sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni eða hin, og sagan sem við erum nýbúin að fara í gegnum eru satt að segja rök fyrir því að við eigum að treysta á samstarf við félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Vegna þess að þá verður hagnaðurinn eða góður rekstur eftir inn í félaginu og nýtist félagsmönnum til lágrar leigu. En ég vildi að endingu fara í gegnum 9 uppbyggingarsvæði vegna þess að það er verið að tala það hvar við eigum lóðir og uppbyggingamögulega fyrir leigufélög, og því að borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir var að nefna það að þá höfum við sett fram skýr samningsmarkmið þegar kemur að þessum svæði sem í blönduðu eignarhaldi, og við verðum að ganga þannig frá hlutunum að þessi samningsmarkmið fari inn í lóðalegu samningana og verði þinglýst á eignirnar. Og þau markmið sem við höfum sett fram að ná markmiðum aðalskipulags fjölbreytileika í stærð og gerð íbúða og önnur markmið, nýta land og innviði borgarinnar sem best, að borgarsjóður fái sitt tilbaka, þar að segja innviðakostnaðurinn verði ekki eftir hjá borginni en ábatinn af uppbyggingunni hjá einkaaðilunum, að við skilgreinum að hluti af stofnkostnaði nýrra uppbyggingarsvæða verði varið til listar í almenningsrýmum og að við náum þeim markmiðum að minnstakosti 25% af uppbyggingun á þessum svæðum verði leiguíbúðir. Og þarna getur komið til dæmis til skjalana leiguíbúðir á almennu markaði, og við getum prófað einhverjar þeirra leiðar sem hér hafa verið nefndar í umræðinni, til dæmis á borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni. Við eigum nefnilega að prófa mismunandi atriði. Og þarna líka atriði sem kallast á við ábendingar borgarfulltrúa Framsóknarflokksins kauprétt fyrir félagsbústaði, þarna talað 5%. En þess má geta að félagsbústaðir eiga 4% af öllum íbúðum í Reykjavík núna. Þannig að þetta væri þá í takti við það. Og þessi svæði eru svæði eins og Kirkjusandur, eins og Köllunarklettur, eins og Rúflóðin, eins og Skeifan, eins og Vogabyggðin sem eru auðvitað býsna langt komin, og eins og Ártúnshöfðin þar sem við erum að fara í skipulagssamkeppni. Ártúnshöfðin skiptist í 4 áfanga, það búið að fara í samkeppni 1 þeirra, en hinir 3 væru þá til umfjöllunar í næstu skipulagssamkeppni, og þessi markmið eigum að setja okkur þar í viðræðum við þá einkaaðila sem þarna eiga mikil eða lítil lóðarréttindi. Nú, hér síðan nefnt svæði sem að kannski kemur til umfjöllunar hér síðar á fundinu, sem Skerjaferðalandið, sem að við festum kaup á vorið 2013. Það í bið, skipulagsvinna þarna ekki hafin, og við höfum lofað því að hún muni bíða þar til að Rögnunefndin hefur lokið störfum. En þarna auðvitað gríðarlega spennandi uppbyggingamöguleikar fyrir 800 íbúðir sem gætu meðal annars fyrir stúdenta og svonefnd Reykjavíkurhús. Svo það Úlfarsárdalurinn, þar erum við vonandi strax í næstu viku að kynna niðurstöður úr hönnunarsamkeppni á skóla, íþróttamannvirkjum, íþróttasvæði og menningarmiðstöð, sem mun vera mikið lyftistöng fyrir þetta svæði og leiða til þess að í gegnum endurskipulag getum við fjölgað aðeins íbúðum þarna og komið þeim síðan í sölu.
Þannig að til að undirstrika að þá erum við að tala hérna fjölbreytta uppbyggingum alla borg fyrir þá mismunandi hópa sem að borgina byggja. Við verðum með meiri áherslu á uppbyggingu leigumarkaðar og þennan félagslega hluta núna á næstu árum og það eðlilegt og í takt við eftirspurnina og þörfina. Og þegar skyggnst í gegnum COVID í þessar umræðu þá heyri ég ekki betur en að það sé nokkuð góð sátt það leiðir sem verið að fara. Allavega kalla ég eftir ábendingum eða beinum breytingartillögum við þau áform sem uppi eru ef að svo ekki. Hitt meira svona einhver eftirsókn eftir hugmyndafræðilegri umræðu sem getur út af fyrir sig verið áhugaverð en ég held að við séum hér að byggja á býsna góðri reynslu en vitum að fenginni reynslu að við verðum að hafa mikla athygli á þessu, við verðum að vinna hratt að skipulagsmálunum og tryggja við náum þeim markmiðum sem við höfum sett okkur til þess að byggja borg fyrir alla. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri, borgarstjórn. Ég gaf ekki til kynna að úthlutun sala á Tryggvagötu 13 var einhvers konar vinagreiði. Ég var bara að segja að það búið að vera að halda því á loft að það hefði verið einhvern svona vinahópur sem hefði keypt þetta og ég bara að segja tölum bara íslensku, þetta náttúrulega bara fjárfestar sem ætla að gera hérna þó að þeir séu vinir sem ætla að gera sér verkan úr þessu, gott og vel. Ég fagna því sem að borgarstjóri kom inn á varðandi lóðaleigusamningana og hvet hann til enn frekari og beittari ákvæða þar inni. Ég veit þetta mjög stuttur tími en borgarstjóri kom inn á rannsóknarskýrslu Alþingis hvað varðaði leigufélög og það alveg rétt, það var misnotkun á leigufélögum, herra borgarstjóri. En við erum búin að læra af reynslunni. Misnotkunum fólst í því að þau félög sem fengu hérna úthlutaðu lóðum, þau byggðu. Síðan var stofnað annan félag sem að yfirleitt þessi sömu aðilar áttu og þetta kemur líka fram í rannsóknarskýrslunni að þeir seldu þetta til sín og innleistu hagnaðinn þannig að ábyrgðin var eftir í leigufélaginu vegna þess að það voru ekki settar kvaðir til dæmis í lóðaleigusamninginn eða varðandi úthlutun á lóðinni. Þannig að það má með einföldum hætti koma í veg fyrir svona misnotkun og Íbúðalánasjóður hefur gert sitt til þess að breyta regluverkinu hvað það var eða öllu heldur fara eftir regluverkinu því að það var ekki farið eftir því og þess vegna var svo auðvelt að misnota þetta. Ég ætla að biðja meirihlutann að endurskoða það eigi að skilja eftir 1% af byggingarverði í list í almennu rýmum. Það eins og staðan í dag mjög mikil hækkun. Til dæmis má benda það að á þessu til dæmis Tryggvagötu 13 dæmi búið að þinglega svona tryggingabréf upp á 1,6 milljarð sem ég gerir ráð fyrir að sé áætluð byggingarkostnaður þeirra. Það gerir ráð fyrir 160 milljónum í list í almannarými. Við skulum þá vona að það verði þá bara tónlist. En annað líka sem við erum að benda á, tíminn hefur verið útrunninn, það varðandi þeirra félög fara á hliðina, herra borgarstjóri. Það mjög gott að þessi huga því, að það svo auðveldlega hægt að setja forgangsréttarákvæði inn sem að tryggja það að Reykjavíkurborg eigi forgangsrétt þegar fyrirtæki fara á hausinn og við höfum úthlutað lóðir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið. Þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka borgarstjóra hlý orð í garð okkar stjórnarmanna búseta síðustu árin fyrir hrun. En sú sem hér stendur var í stjórn búseta síðustu árin fram að hruni og átti stóran þátt í því að búseti breytti ekki lánunum frá Íbúðalánasjóði í erlend lán og keypti ekki dýrar lóðir í 101 skugga. Ég þakka hlý orð. Húsnæðisstefna Reykjavíkur frá árinu 2011 að við vitum það öll að það eru breyttar forsendur heldur en að framkoma í því plaggi. Það kemur fram í húsnæðisstefnunni að það sé mat bæði velferðarsviðs og félagsbústaða að
með leyfi forseta, að aukin áhersla á húsaleigubætur sé bæði skilvirkari, sveigjanlegri og þar með áhættuminni valkostur en eingöngu fjölgun félagslegra leiguíbúða til þess að mæta fyrirsjáanlega aukinni eftirspurn eftir félagslegum úrræðum í húsnæðismálum ungs og efnaminna fólks á næstu misserum og árum. Tilvitnun lýkur. Síðan það rakið í húsnæðisstefnunni eða þessari skýrslu frá árinu 2011 að greiðslubyrði félagsbústaða og almenna markaðurins sé svipuð þegar tekið hefur verið tillit til húsaleigubóta og að niðurstöðu könnunar sem að Neytendasamtökin gerðu í mars 2011 sýni að leiguverð hjá félagsbústöðum sé sambærilegt við það sem gengur og gerist á almennum markaði. Við vitum það öll að frá því í ársbyrjun 2011 hefur mikið breyst. Fram til ársbyrjun 2011 var framboð á leiguhúsnæði í Reykjavík mjög gott. Leigan var ekkert sérstaklega há, en það var algjör viðsnúningur á árinu 2011. Framboðið stórminnkaði, enda fóru Reykvíkingar þá í auknum mæli að leigja húsnæði til túrista og leigan hækkaði. Og það sést meðal annars á þeirri skoðanakönnun sem Neytendasamtökin gerðu nýlega. Þannig að þessar forsendur það sem fram koma í húsnæðisstefnunni 2011 eru allt aðrar heldur en eiga við í dag. Ég mjög hrifin af þeirri setningu sem fram kemur í húsnæðisstefnunni á blaðsíðu 4 með leyfi forseta. Sérstakur stuðningur í formi lóðaúthlutana verður endurskoðaður þannig að húsnæðissamvinnufélög og félagasamtök sem munu bjóða upp á leigu- og búseturétta íbúðir á viðráðanlegum kjörum ætli ungu fólki og tekjulægra fólki fái forgang á úthlutun lóða að uppfylltum þeim skilyrðum sem Reykjavíkurborg setur. Tilvitnun lýkur. Það ekkert svona í gangi. Ekki neitt. Af hverju ekki unnið eftir þessari stefnu? Það sem að verið búið að sýna okkur hér í dag það að vera að reyna að bæta fyrir vanrækslu meirihlutans síðustu 4-5 árin. Það sem hefur ekki verið fjölgað félagslegum íbúðum sem hefði þurft að fjölga 500 og hefði verið rúmlega 500 ef það hefði verið fylgt stefnu félagsbústaða sem hefur þýtt það að þetta fólk á almenna leigumarkaðnum. Það líka verið að uppfylla þá skyldu sem eðlileg hjá sveitarfélagi að tryggja stúdentalóðir. 500 uppsöfnuð íbúðaþörf fyrir félagsbústaði á að bæta á næstu 3-5 árum. Hvaða rugl þetta? Eða vöntunina af stúdentaíbúðum sem búið að liggja ljóst fyrir. Bara hægt að setja allt í stopp og ákveða síðan að búa til kosningaloforð þar sem á að bjarga því sem fólk hefur ekki sinnt síðustu árin eða á síðasta kjörtímabili. Og ég skil vel að borgarstjóri skilji hvorki upp né niður sem minnihluturinn að segja hér í dag. Vegna þess að það bara ofboðslega erfitt að átta sig á því hvað meirihlutinn að gera. Og ef hann vill samvinnu við okkur, þá gjörðu svo vel. Við erum algjörlega tilbúin til þess að vinna með meirihlutanum í húsnæðismálum. Upplýsingarnar hins vegar skortir. Dæmi það er búið að taka núna tæpa 6 vikur að fá upplýsingar það hvað félagsbústaðir hafa keypt af íbúðum frá áramótum. Ég ætla að vona að Píratarnir fara að gera eitthvað í þessum málum líka. Og nýjustu draumórarnir með hlutverk félagsbústaða. Félagsbústaðir hafi ekki getað sinnt hlutverki sínu síðustu árin. En nú á að búa til eitthvað hókus-pókus fyrirtæki og Reykjavíkurhús sem algjörlega óljóst hvernig á að gera. Í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir því að það verði ráðnir 2 starfsmenn á næsta ári, 20 milljónir, til þess að hafa yfirumsjón með þessu verkefni. Það ekki hægt að reikna út hvað þetta kostar. Það ekki einu sinni vita hverjir eiga að fá þessar íbúðir. Nema 25% fari til félagsbústaða. Og það að segja bíða eftir lagarammanum. Það til lög
samvinnufélög, það eru til lög húsnæðissamvinnufélög. Það búið að vera hér í gildi reglugerð leiguíbúðalán frá því árinu 2001 og var gerð ný reglugerð núna nýlega. Það ekkert sem takmarkar það að aðilar sem að vilja vera húsnæðissamvinnufélög eða vera með non-profit leigufélög hefji starfsemi 1, 2 og 3. Það ekki verið að bíða eftir einu eða neinu. Það verið að bíða eftir því að borgin, meiri hlutinn, fylgi þessu sem fram kemur á blaðsíðu 4 í húsnæðisstefnu frá 2011 að bjóða leigu- og búsetuíbúðir á viðráðanlegum kjörum ætlaðar ungu og tekjulægra fólki og þessir aðilar fái forgang á úthlutun lóða. Það ekkert verið að gera í þessu. Og ég get talið hérna endalaust að það verið að sinna því vanrækslunni hjá félagsbústöðum síðustu 5 árin og það á að bæta upp næstu 35 árin eða 100 íbúðir á ári. Eða vanrækslunni að láta stúdentum fá lóðir. Ég geti staðið og talað hérna endalaust, mér svo gjörsamlega misboðið að ég ætla bara að segja þetta nóg. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, það hlaupinn hiti í fólk en ég held að ég láti bara inn í röddina duga að sinni. Það skrítið að loforðum að greiða fyrir uppbyggingu í Reykjavík séu rædd hér í dag? Það alveg satt að við erum ekki að byggja þessar íbúðir persónulega. Dagur Bjarkjarson borgarstjóri ætlar ekki að fara út með hamarinn en þetta var okkar loforð, við ætlum að greiða fyrir uppbyggingu. Það rétt hjá fulltrúi minnihlutans að það sé sjálfsagt að hér byggjast upp húsnæði og með því að segja svo hafi Samfylkingin verið að skreyta sig með stolnum fjöðrum? Nei, það ekkert sérstaklega skrítið ef við skoðum þróunina. Að lofa því að greiða fyrir uppbyggingu loforð kjark og staðfestu. Að það sé sjálfsagt bara ekki satt. Fulltrúar minnihlutans hafa ítrekað ekki stutt eða einfaldlega verið gagngert á móti þeirri uppbyggingu sem hefur verið kynnt hér. Ég skal taka dæmi, stúdendaíbúð við Brautarholt, Blöndubyggð við Vesturbugt, Blöndubyggð við Hlíðarenda, nýjar íbúðir við Borgartún 28. Þetta allt bara núna seinustu 2-3 árum. Að segja að allar þessar íbúðir hefði byggst upp væri sjálfsagt, við varum að tala eitthvað sem aðrir var að gera, þetta væri sjálfsagt, það bara ekki rétt að þessi sami minnihluti og segir þetta sjálfsagt hefur lagst gegn þessari uppbyggingu í skipulagsráði. Við lofum að greiða fyrir uppbyggingu og það erum við að gera og það ætlum við að gera áfram. Að lofa því stórt lofur og við ætlum að standa við það. Við munum byggja í samræmi við aðalskipulag og við ætlum að þétta byggð. Við ætlum að mæta búsetu óskum nýrrar kynslóðar. Okkar slagorð var 2500 nýjar íbúðir, við ætlum að standa við það. Ég legg til slagorðið við erum með, samt ekki, fyrir ykkur sem segir þetta sjálfsagt en eru samt aldrei með. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar, mig langar að leiðrétta eitt í ræðu borgarfulltrúans Kristínar Soffíu. Framsókn og flugvallarvinir voru ekki í borgarstjórn síðustu 4 árin, þannig að við gátum ekki verið á móti þessu sem hún varst að tala þannig að það var ekki allur minnihluti. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Ég þakka fyrir þetta. Þetta hárrétt ábending hjá borgarfulltrúanum. Það sem átti við Framsóknar og flugvallarvini var eingöngu Blöndubyggð við Hlíðarenda og nýjar íbúðir við Borgartún 28. Ég biðst afsökunar á þessum. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið að svara andsvari, þá andsvarum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Blöndal.
Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Gaman að hafa þessa mynd hér í salnum. Ungt og sprækt fólk að flytja inn í sína fyrstu eða aðra íbúð eða eitthvað slíkt. Mér langaði nú bara aðeins að blanda mér í þessa umræðu svona, já, ég vil nú byrja að þakka borgarstjóra og þetta starfsfólki, bæði skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og umhverfis- og skipulagssviðs fyrir að taka saman þessar upplýsingar það sem í pípunum varðandi byggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík og ég vil líka þakka bara fyrir þessa skýru og góðu framsetningu. Það auðvitað mjög upplýsandi að fá þetta allt svona í einum pakka. Kannski pínlítið yfirþyrmandi fyrir suma. Það er auðvitað alveg ljóst að það er ansi mikið í gangi. Það er margt komið í farveg og margt komið á stað líka. Og auðvitað hugsa sumir til áranna, góðæris áranna svokölluðu, sem aftur kennd við árið 2007, þegar að byggingagrunum fjölgar og já, hraðinn eykst og það er auðvitað full ástæða til að hafa þetta allt í huga, læra á reynslunni og láta ekki og auðvitað mikilvægt auðvitað brýna það líka fyrir þeim sem að byggja að láta ekki kappið bera fegurðina ofliði. Þú veist, við erum ekki, þó getur verið mismunandi skoðanir á því, þá erum við auðvitað ekki að fara að byggja hér upp einhver braggahverfi í einhverjum gámahúsum. Við auðvitað við ætlum ekki að slá af gæðum okkar húsnæðis hér á Norðurhjara, þó að hraðinn sé mikill og við verum auðvitað að leita og finna aðrar og betri leiðir til þess að gera húsnæðið ódýrara og aðgengilegra fyrir fleiri heldur en einhverjar svona hraðsonar skyndilausnir. Við erum að passa okkur á því og auðvitað, það er okkar hlutverk sem stjórnmálamanna, auðvitað kannski kemur það helst inn á borð þeirra sem sita í umhverfis- og skipulagsráði og síðan borgarráði að hafa eftirlit og leiðbeina ef að kappið er að bera framkvæmda aðila ofurliði. Því að viljum auðvitað ekki ljótt og lélegt. Það er alveg ljóst. Það er engin stemming fyrir því. Frekar en skapandi bókhaldi. En hluti af því, það er auðvitað ekki gott ef einhverjir, og þá ég nú kannski að vísa til fulltrúa minnihlutan sem hér á að tala, ef einhverjir upplifa sig í einhvers konar myrkri og séu óupplýstir og upplýsingu sé haldið frá fólki auðvitað, það er ekki markmið þeirra flokka sem að standa að þessum svokallaða meirihluta í borgarstjórn og ég einhvern veginn, ég er ekki allavega fyrir mína parta, er ég ekkert að taka þátt í stjórnmálum til þess að reyna að leyna hlutum eða stundi eitthvað baktjaldamark að auka húsnæðisframboð fyrir efnaminna fólk. Þannig virka hlutinir ekki, allavega frá mínum bæjardyrum séð. Okkur auðvitað falið þarna ákveðið verkefni. Við tökum að okkur ákveðið verkefni að reyna að leggja okkar lóð á vogarskálarnar til að auka hér framboð á íbúðarhúsnæði og íbúðarhúsnæði sem að allir óháð efnahag að framboðið sé nægilega mikið til að allir geti fundið sér stað, fundið eitthvað fyrir sig í vöruframboðinu og þá aðstoð eftir þörfum. Þannig, og auðvitað þessi kynning sem að hér verið að fara yfir, hún auðvitað hluti af upplýsingunni. Hún hluti af því að það liggi fyrir hvað verið að gera. En auðvitað það þannig að það ekki allir hlutir algjörlega útfærðir og
og kannski út af þessu viðhorfi sko, að það sé alltaf leynimakk og það sé verið að einhvern veginn reyna að hygla einum umfram aðra og annað slíkt. Það gera það verkum að það verður stundum í slíku umhverfi getur það orðið svolítið snúið að koma með mjög ómótaðar hugmyndir fram. Og fyrir vikið, það maður orða þessi svo, umhverfi tortryggni og svona, já, svo í sletti, tortryggni og paranoju sem að held að sé þýtt vænisíki. Það gera þetta verkum að þú vilt móta hugmyndir þínar betur áður en að þú kemur með það fram í dagsljósið. Og í því ákveðni kostir en það auðvitað ákveðni gallar í því líka. En ég held að við höfum nú reynt hingað til að upplýsa eins og við getum á hverju stigi eftir því hvar verkin eru stödd. Og ég held að sé bara rétt að við lítum á það sem brýningu ef að minnihluti borgarfulltrúa einhvern veginn skilur alls ekki hvað er verið að gera. Þá væntanlega þurfum við að útskýra það bara aðeins betur. Og ég allavega mun beita mig fyrir því að það verði gert. En eins og ég sagði, það heilmikil uppbygging fyrirsjáanleg og það mikilvægt að hún verði ekki á kostnað gæða og við þurfum að passa okkur að hafa eftirlit með því. Mér langar aðeins, það var nú kannski aðalástæðan fyrir kominu upp, það voru orð borgarfulltrúans Halldórs Halldórssonar varðandi atvinnuhúsnæði og það auðvitað mjög góð og þörf ábending. Eins og borgarstjóri benti á, þá gert ráð fyrir heilmikilli uppbyggingu á atvinnusvæðum í aðalskipulagi og þetta erum við líka að reyna að kannski tvinna atvinnusvæði betur saman við íbúðabyggð þannig að við séum ekki á sífelldum ferðalögum eða ekki eins löngum ferðalögum milli vinnu og heimilis. Við þekkjum öll þá umræðu, það er bara bæði samfélagslega mikilvægt og hefur mikil áhrif fyrir fjárhag einstaklingana jafnframt. En ég held að það sé alltaf mikilvægt að við hugsum allt höfuðborgarsvæðið. Þú veist, þetta auðvitað eitt atvinnusvæði, ég held að það er ekki talað að landið sé eitt atvinnusvæði, mér minni það, en allavega, það klárt að í raun höfuðborgarsvæðið eitt atvinnusvæði og ég held að það sé mikilvægt að við styrkjum þá vitund og það samband með bara mjög ákveðnum og afgerandi hætti. Við verðum auðvitað að skipuleggja uppbygginguna hér saman. Við verðum að hugsa hana fyrir allt svæðið. Við verðum að hugsa samgöngur, uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og uppbyggingu atvinnuhúsnæðis fyrir allt svæðið. Fyrirtæki eins og Björgun að nefnt hér, Guð hjálpi þér. Það ágætis dæmi fyrirtæki sem er svona orðið bara með eðlilegri þróun í borginni verður á olnbogabarni. Það fyrirtæki til dæmis var búið að sjá fyrir sér að fara af þeim stað sem það fyrir nokkuð löngu síðan sjálft en hefur svona einhvern veginn dagað svolítið uppið þarna. Og það auðvitað alveg ljóst að það farið að þrengja svo verulega eða það sú starfsemi í raun og veru á ekki heima þar sem hún lengur. Og hvar á hún heima? Á Reykjavík, innan borgarmarka Reykjavíkur ætlum við að leysa úr þörf allra fyrirtæki hvernig sem þau eru. Ég meina, þú veist, ég held að segja allir, það engin með einhverja hugmyndur að við byggjum álver til dæmis í Reykjavík. Þar erum við með sérstök svæði í það. Vonum reyndar að það hafi ekki byggð fleiri álver í Íslandi, það er orðið ágætt af þeim. En við erum með heilmikla stóriðju uppbyggingu á Grundartanga sem að mörguleyti er ágætlega lukkuð. Og hvar eigum við að hafa svona grófa atvinnustarfsemi? Hún verður náttúrulega ekki í miðri borginni, það er alveg ljóst. En við höfum brotið svæði í jaðri
til þess að koma þessu fyrir og það er auðvitað þangað sem svona atvinnustarfsemi leitar. Hún leitar í jaðra en spurningin er þessi, eru önnur svæði innan höfuðborgarsvæðisins sem eru ekki innan borgarmarka Reykjavíkur hugsanlega betur fallin til þess að hýsa svona starfsemi og eigum við þá að vera þáttakendur í því að beina fyrirtækjum þangað eða eigum við bara að sitja hjá. Þetta auðvitað leiðir síðan hugan að sameiningu sveitarfélaga eða öðru slíku því að en við kannski eru það svona, já, kannski er það bara umræða sem að næra engu flugi, þú veist, það er of mikið, það er einhvern veginn of mikil mótspyrna við slíkum hugmyndum og við eigum kannski bara að færa umræðina alfarið á forsendur samvinnu, aukinna samvinnu. Eigum við að vera með, hér voru nefnd aukin samvinna hafna og ég held að það sé til dæmis bara stórkostlega mikilvægt atriði að hafnir hér á höfuðborgarsvæðinu sem að allflestar eru nú undir merkjum Faxaflóahafna en ekki allar, að það er í það minnst að auki samvinnu sína verulega og bæði markaðssetningu gagnvart erlendum skipum og fleira og marki hvaða starfsemi fer best á hverjum stað. Þannig að úrlausnarefnir eru mörg og við tökum kannski áður en langt úr líður, kannski eftir áramót minni mig, fund sérstakann hvað er framundan í atvinnuuppbyggingu og uppbyggingu atvinnuhúsnæði og hugmyndir í atvinnuuppbyggingu almennt. En ég vona ég held að við séum komin yfir þann tímapunkt að við getum sagt sem svo að öll starfsemi, öll atvinnustarfsemi hvers kyns sem hún er á að geta átt sér stað innan borgarmarkanna. Það er ekki en öll atvinnustarfsemi á hins vegar geta átt sér stað innan höfuðborgarsvæðisins eða á nærliggjandi svæði því að landrýmið er nægt svo sem, það er ekki vandamál. En það þarf alltaf að vera á forsendum eðlilegra samgangna og ég held að atvinnuuppbygging okkar hér í Reykjavík hljóti að miðast við það að við tvinnum betur saman atvinnustarfsemi og íbúðarsvæði. Já, þetta var nú mínar 2 krónur í þessa umræðu. Takk fyrir það. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mig langar fyrst til að þakka borgarstjóra fyrir að efna til funda húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík, opinna funda sem voru fjölsóttir, enda fyrst í marga vita hvað nýstofnaður meirihluti hyggst gera kjörtímabilinu í þessum málum. Og ég held að þetta hafi að mörgu leyti verið velheppnaðir fundir að því leyti að það var svona dregið fram á einum stað áform margra aðila það hvernig þeir hyggjast nýta þær lóðir sem þeir annaðhvort ráða yfir eða eru svona á leiðinni með að fá frá borginni. Hitt er svona mál að þetta dró líka fram með mjög skýrum hætti að það hefur ekki verið starfað að húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík á síðustu árum eins og menn ættu að gera. En umræðan er þetta til alls fyrst og bara að jákvætt að menn skuli ná í tiltæk gögn og leggja þær upplýsingar fram með þessum hætti, leggja spilin á borðið ef svo má segja. Nú, við erum öll sammála um það að það þurfi að taka til hendinni í húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík. Svo greinir menn þetta á leiðirnar að því markmiði. Markmiðið hlýtur að vera að tryggja gott framboð fjölbreytilegs húsnæðis fyrir fólk á öllum aldri og það eru auðvitað margar leiðir til þess. Nú, aðrir borgarfulltrúar hafa farið yfir kannski hugmyndafræðina að baki
baki þeim verkefnum sem hefur verið rætt og ég ætla ekkert að bæta mjög mikið í þá umræðu. Tekur þetta bara undir það að það sé æskilegast að við sköpum góð skilyrði fyrir einkaaðila til þess að þjóna markaðnum sem best, þannig að allur þorri fólks geti fengið húsnæði á viðunandi verði. Og í þessu sambandi þá er ekki hjá því komist að líta til fortíðarinnar þegar að framtíð skal hyggja, og ég held að allir hljóta að viðurkenna það núna að sú lóðastefna sem Erlisteinn Sálugi, bandalag Vinstriflokkanna, innleiddi á sínum tíma, það voru mikil mistök í því fólkin hvernig sú stefna var mótuð og hvernig hún var innleidd. Í fáum orðum má segja að í stað þeirra stefnu sem var áður, sem gekk út á það að nánast allir gátu fengið úthlutað lóð í Reykjavík á gatnagerðargjaldi. Sumar lóðir voru auðvitað boðnar upp þar sem voru á mjög eftirsóttum stöðum, en í nýjum hverfum þá fékk fólk almennt og byggingarfélög lóðir á gatnagerðargjaldi sem það byggði síðan bara sjálft eða samt einhvern eða byggingaraðilar byggðu. Og þessi stefna heppnaðist svo vel, vil ég leyfa mér að segja, að það var í rauninni viðvarandi gagnrýni, að það kom fram öðru hvoru svo gagnrýni á húsnæðisuppbyggingu Reykjavík að íbúðir væru of ódýrar. Og ég held að sé þannig með okkur stjórnmálamenn, ég held að við gerum aldrei öllum til hæfis, og ég segi það miskusti sjálfur og ég vil frekar vera sakaður að hlusta á gagnrýni það að íbúðaverð sé of lágt í Reykjavík heldur en það sé of hátt, eins og það hefur verið mörgu undanfarin ár. Nú Erlisteinn fór síðan ákveðnar leiðir í sínum lóðamálum. Það var fyrsta lagi var lóðaframboð takmarkað og svo var tekið upp svokallað uppboðskerfi á lóðum, og þetta ásamt mörgu öðru, ég viðurkenni það sjálfsögðu, það er ýmislegt annað sem kom inn í þetta, en þetta hafði mikið að segja um það að lóðaverð var hér mjög dýrt, og það var mjög óheppilegt fyrir allan almenning, ekki síst ungt fólk sem var að koma undir sig fótunum og koma sér upp húsnæði. Og það er verið fjallað mikið um það, en ég held að við verðum að gera okkur grein fyrir þessari forsögu þegar við reynum síðan að kannski leiðrétta mistök fortíðar og skapa heilbrigða stefnu til framtíðar. Og ég held að við getum gert þetta ég held að við getum, þegar við mótum stefnu til framtíðar, þá getum við gert það með þeim hætti að reyna að tryggja ódýrar lóðir á þeim svæðum þar sem eigu nóg lönd. Sem betur fer þá hefur Reykjavíkurborg í fortíðinni og rauninni nánast óháð því hverjir hafa verið völd, þá hefur borgin verið með dugleg við að tryggja sér svæði til framtíðar þróunar og á rauninni næg lönd til uppbyggingar, en svo blandast auðvitað líkin í þetta hugmyndir þekkingu byggðar sem eru auðvitað mjög af hinu góða. En ég sé fyrir mér að það sé svo mikil uppsöfnun þörf í Reykjavík að ég held að jafnvel þeir þéttingarrittir sem hér hefur verið fjallað í kynningunni, þeir dugi ekki til, heldur þurfa að gera hvort tveggja. Það þurfa að byggja upp á svæðum í Úlfarsárdal sem er auðvitað byrjað, og það svæði er að byggjast upp eins og við vitum, til viðbótar þeirri þéttingu sem við sjáum hér nær miðborginni. Nú það sem, og síðan verður þetta að hafa það í huga að það verður að hafa atvinnustarfsemin í huga. Ég hef ákveðnar áhyggjur af því að í þessar umræðaldri þá hafi ekki verið hugað nægilega vel að því að tryggja atvinnufyrirtækjum í borginni nægilegt athafnarými til framtíðar. Við sjáum það á síðustu öld, þá sjáum við að það var nánast rauður þráður í gegnum allt aðalskipulag sem var samþykkt, að það er ákveðið jafnvægi í atvinnubyggð og íbúabyggð. Það yrði að hugsa þarfir atvinnufyrirtækjanna, því að auðvitað er atvinna sem allir eiga að hafa, auðvitað allt það sem annað, og efnahagslífið allt það sem annað byggist á. Ég hef ákveðnar áhyggjur af því að menn keppist aðeins svo mikið við það að taka atvinnustarfsemi, atvinnusvæði undir íbúabyggð án þess að menn hafi hugsað það til enda hvert atvinnustarfsemin eigi að fara.
það þýðir ekki að nefna alltaf einhver orð eins og Esjumela eða Grundartanga. Við vitum auðvitað sem að fólk vill hafa atvinnustarfsemi í borginni, það vill ekki þurfa að fara langa leiðir til þess að komast í vinnuna. Og einnig það auðvitað bara í góðu samræmi við samgöngustefnu borgarinnar að atvinnustarfsemin sé svona fléttist saman við íbúðabyggðina þannig að sem flestir eigi þess kost að ganga eða hjóla í vinnuna. Nú, síðan er líka mjög mikilvægt sem mér finnst ekki vera nægilega vel hugað að þegar maður hlustar á ræður borgarstjóra eða annarra ágætra borgarfulltrúa meirihlutans uppbyggingu í borginni, að það er hvernig við látum þéttingu byggðar fléttast saman við þau hverfi sem nú þegar eru til staðar og þá innviði sem þegar eru til staðar. Við vitum öll það að við ættum að vita að það að reka borg snýst ekki bara að úthluta lóðum og byggja upp. Stærstu hlutin af okkar tíma fer í sjálfan reksturinn, reka skólana, reka veitukerfin, reka umferðarkerfið og svo framvegis og framvegis. Og að þessum málum verður að huga mjög vel þegar að menn taka hverja ákvörðun á fætur annarri þéttingu byggðar. Og við sjáum það nú þegar að þrátt fyrir að byggð hafi kannski ekki mjög mikið testa á síðustu árum, þá sjáum við samt að í ákveðnum hverfum þá hafa orðið til vandamál, til dæmis í skólahaldi, þar sem þeirri innviðir sem eru fyrir ráða trauðla við fjölgunina. Ég nefni til dæmis gamla Vesturbæinn sem dæmi. Þar hefur orðið svona lítileg þétting byggðar á síðustu árum, í rauninni ekki vegna mikillar uppbyggingar, heldur bara vegna þess að fólk hefur sótt í hverfið, fólk hefur eignast börn og ekki vilja flytjast úr hverfinu, það býr kannski aðeins þrengra en áður, það hefur ekki verið alveg hægt að skýra þetta, en börnum fjölgar verulega í því hverfi og þá sjáum við að ýmsir innviðir hverfisins sem eru mjög vel nýttir nú þegar, svo maður segi ekki meira, þeir eru við það að springa. Við sjáum til dæmis Vesturbæjarskóla, vinsæll skóli og velmetinn skóli sem er í gamla Vesturbænum. Hann er sprunginn, ef svo má segja. Það háir skólastarfið þar hvað skólinn er lítill og þrátt fyrir viðbygging á sínum tíma, stækkun á sínum tíma, þá hefur hann ekki náð að svara, nær hann ekki að sinna öllum þeim barnafjölda sem er í hverfinu og svo eru þetta líka börn utan hverfisins sem utan eða á næstu grösum sem sækja í skólan. Það stendur vonandi til bóta því að á næsta ári, samkvæmt fjárhagsáætlun, er ágætt að fara í viðbyggingu við skólan sem er auðvitað gott mál. En mér er samt sagt það að sú viðbygging muni bara leysa brýnustu þörfina og skólayfirvöld þar sjá ekki fyrir sér hvernig skólinn eigi að geta tekið við enn fleiri nemendum ef þéttingaráform þarna verða veruleika. Og það er eiginlega svo komið að á þessari lóð sem skólinn stendur á að það er mjög erfitt, eða menn sjá það ekki fyrir sér það sem auðvitað hægt að bæta enn einni viðbyggingu við þennan skóla. Og ég nefndi þetta sem dæmi, þetta er kannski það dæmi sem er svona ferskast í umræðunni, en þetta er vandi víðar í borginni og menn verða að hafa þetta í huga þegar menn skipuleggja ný svæði, hrúa þar inn íbúum að við viljum auðvitað að skóla- og frístundamálin séu í forgangi og íþróttamálin þegar við lítum þessa hluti. Eins er að segja með íþróttasvæðið í Vesturbænum. Það annar ekki í rauninni öllum þeim fjölda sem sækir í íþróttastarfið og ég sé það ekki alveg fyrir mér að hvernig það ég verið hægt að þétta í Vesturbænum og fjölga þar fólki þó að við borgarfulltrúar séum með öll hlynntjættingu byggðar. Það verður líka að huga því að íþróttafélagið í hverfinu fá þá viðbótarsvæði til athafna. Og það höfum við sjálfstæðismenn lagt hann tillögur, við höfum til dæmis lagt til að KR fái lóðina Keilugranda 1 og skerta, en það verður ekki séð að meiri hlutin hér í borgin hafi mikinn áhuga á því. Nú, Hringbrautin,
Hringbrautin, hún er sprungin ef svo má segja. Það eru 2 megin umferðaræðar fyrir Vesturbæ og Seltjarnarnes, þar sem búa 20.000 manns. Íbúar verða varir við það, íbúar við Hringbraut verða varir við síaukna umferð þessa götu. Og þessar 2 meginaðir sem þjóðuna þessu hverfi eru Hringbraut og Geirsgata, Mýragata. Og það var svolítið sérstakt að, eins og hér hefur verið nefnt, á síðasta kjörtímabili þá voru settar hraðahindranir á Geirsgötuna á nokkrum stöðum, þar sem nánast enginn býr. En með þeim hætti þá má fara rök fyrir því að umferð hafi í verulegum mæli, meðal annars umferð flutningabíla og olíuflutningabíla, verið beint inn á Hringbrautina í staðinn. Og nú skilst mér að standi fyrir dyrum að breyta gatnamótunum við Hörpuna, það er að segja Geirsgata, Kalkofnsvegur, Lækjargata, úr svokölluðum Ufsulon-gatnamótum í T-gatnamót. Ég ætla ekki að útskýra nákvæmlega í hverju sú breyting felst, en ég óttast hins vegar að sú breyting verði líka til þess að draga úr afkastagetu á þessum gatnamótum og þar af leiðandi beina meiri umferð á Hringbrautina. Þetta geti sem sagt verið aðgerð sem taki umferð af þeirri götu þar sem nánast enginn íbúi býr og það sé sett umferð yfir á götu, Hringbrautina, þar sem margir íbúar búa. Þarna hef ég nefnt 3 dæmi infrastruktúr eða innviði sem við borgarbúar verðum svo sannarlega hafa í huga þegar að þétting byggðar fer fram. Skólamálin, íþróttamálin og umferðarmálin. Og ég tek Vesturbæinn sem dæmi, það má þetta nefna mörg önnur, varðandi íþróttamálin, það má líka bæta því við. Ef það verður mikil þétting byggðar í Vesturbænum eins og aðeins stefnt, þá verður ekki séð að Vesturbæjarlaug dugi, það þarf líka þá að huga stækkun hennar. Það má líka fjalla með tilliti til Austurbæjarins, Hlíðarendasvæðisins. Það liggur fyrir að þar verði fjölgað íbúum. Allir borgarfulltrúar sjálfir sér sammála því, en hefur farið, og ágætt að spyrja borgarstjóra af því, að hefur farið fram þarfagreining og mat á því hvort aðstaðan við Hlíðarenda dugir til þess að mæta þessari fjölgun. Nú, hvert munu börn að þessu svæði fara í skólan, munu þau fara í Hlíðaskóla eða Austurbæjarskóla, og hvernig eru Hlíðaskóli og Austurbæjarskóli í stakk búnir til þess að taka við þessari aukningu. Einnig þarf að velta þessu fyrir sér vegna fyrirhugaðar uppbyggingar á svæðinu í kringum Hlemm. Hvar verður börnum þessara svæða boðið að fara í íþróttir, sundkennslu og fleira? Og hvað með Vogabyggð, hvað með íþróttaaðstöðu fyrir þetta hverfi? Öllum þessum spurningum einhvern veginn ósvarað. Við borgarfulltrúar erum alveg sammála því að það þarf að þétta byggð í Reykjavík og það er alveg ljóst að Reykjavík hefur svo miklu fleiri og betri möguleika en margar aðra borgir til þess að þétta byggð. En menn verða að vinna heimavinnuna áður. Ég skynja það svolítið í þessari umræðu hér sem hefur átt sér stað síðustu vikur og borgarstjóri hefur tekið virkan þátt í, sem er bara hið besta mál. Ég saknaði þeirri umræðu að það er mjög lítil umræða og ég hef hvergi heyrt að það sé fjallað hvernig eigi að tryggja þessa innviði. Og ekki síst í þessum grónustu hverjum borgarinnar, Vesturbænum, Austurbænum, svæðinu kringum Hlemm og síðan í Vogabyggð. Menn verða að átta sig á því áður en byggingarleyfum er úthlutað og fólkið fer að hrúgast inn í hverfið, hvernig við ætlum að standa að þjónustunni við það. Það eru aðrir tímar en voru hérna kannski fyrir 40 árum þegar að menn fóru bara í það að byggja hverfi og reyndu síðan bara að redda þjónustunni svona bara meðan að hverfi var að byggjast upp eða jafnvel eftir að hverfið byggðist. Nú held ég að nú eru aðrir tímar og við verðum að sýna fólki fram á, við verðum bara að sýna líka sjálfum okkur fram á hvernig við ætlum að standa að þjónustunni í nýjum hverfum sem er að rísa í borginni, en ekki síður á þessum þéttingarreitum sem eru hér fjölmörgum alla borg. Og að því leyti má svo sannarlega taka undir orð borgarfulltrúans
Esbjörns Blöndals sem sagði hér, vitnaði hér í æskulýðsleiðtogann séra Friðrik Friðriksson: kappið má ekki bera fegurðina ofurliði. Og leið og ég algjörlega sammála þeim áherslum að við verðum að bæta úr húsnæðisvandanum í Reykjavík og sjá til þess að hér fari fram öflug húsnæðisuppbygging á næstu árum. Það má kappið ekki verða slíkt að menn einhvern veginn leyfi hér eða skipulegi hvert hverfi á fætur öðru og hverja þéttinguna á fætur annarri, án þess að menn gerir sér ljóst hvernig á að standa að þjónustunni við íbúa þessara hverfa. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Bara verið að testa kitum. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér hafa verið kynnt uppbyggingaráform meirihluta borgarstjórnar á kjörtímabilinu, áform sem hafa verið kennd við kosningaloforð Samfylkingarinnar, sem er kannski eðlilegt. Samfylkingin var dugleg að tala uppbyggingu fyrir kosningar og mikilvægi þess að við breyttum húsnæðismarkaðnum og lagfærðum hann, en í grunninn þetta samt ekki pólitískt mál. Það einfaldlega skylda okkar sem kjörinna fulltrúi í Reykjavík að reyna að stuðla að uppbyggingu á íbúðum vegna þess að það gríðarlegur vandi sem að blasir við fólki. Þetta í rauninni alls ekki pólitískt mál, heldur einfalt viðfangsefni sem okkur ber að sinna. Það vissulega mikil uppbygging í pípunum en þörfin mikil og þetta mun ekki gerast allt á næstu vikum. Við erum að fara að byggja upp eignarhúsnæði, við erum að fara að byggja upp leiguhúsnæði, við erum að fara að byggja upp stúdentaíbúðir, við erum að fara að byggja upp búseturéttaríbúðir, þjónustuíbúðir, félagslegar leiguíbúðir, svona gæti ég lengi talið. Við erum ekki að fara að byggja þetta sjálf með skóflu og hamri, nei. Þetta verður gert með aðkomu einkaaðila á vegum borgarinnar að einhverju leyti og í þágu mjög fjölbreytts hóps. Það þörf fyrir þetta allt saman. Vandinn hefur verið tíundaður hér af fulltrúum allra flokka, ekki síst sá vandi sem við glímum við vegna þarfarinnar fyrir félagslegt húsnæði, en á því hafa verið boðaðar úrbætur og því ættum við að fagna, eða það geri ég í það minnsta. Uppbyggingin líka ekki til þess fallin að dreifa enn frekar úr borginni og stuðla þar með að enn frekari bílaumferð, versnandi loftgæðum og tilheyrandi áhrifum á borg, land og loftslag. Uppbyggingin mun fara fram á þegar röskuðum en illa nýttum svæðum og hún mun styðja við nærþjónustu og þegar byggð hverfi. Við erum í rauninni að ná öllum þeim markmiðum sem að nútíma stjórnmál ættu að stefna að, sem í þágu sjálfbærari byggðar og virðingar fyrir umhverfi, náttúru og samfélagi. Þess vegna á ég svo rosalega erfitt með að skilja af hverju þessi áætlun misbýður fólki. Ég skil ekki á hverju, við erum ekki bara öll saman í þessu, ég skil ekki hvað það sem að borgarfulltrúar minnihlutans telja sig ekki að fengja upplýsingar ég skil ekki yfir hverju þessi meinta leynd á að ríkja, ég skil ekki á hverju fólk verður reitt. Og ég segi það algjörlega hreint út, ég skil mjög vel af hverju fólk verður reitt í stjórnmálum almennt. Ég skil mjög vel þegar fólk misboðið af hugmyndafræðilegum ástæðum eða vegna þess að það telji einhverjum hópum eða jafnvel samfélaginu öllu vera einhvern veginn snúið á hvolf, að það sé ekki verið að forgangsraða með réttum hætti, en að fólk sé reitt yfir uppbyggingaráætlun meirihluta borgarstjórnar, það bara einfaldlega skil ég ekki. Því eins og ég sagði áðan að þá þetta í rauninni bara viðfangsefni. Þetta ekkert mikið pólitískt og ég veit ekki hvað það sem við ættum að gera öðruvísi til þess að einhvern veginn slá á reiði eða misboð þeirra sem hér hafa talað. Og sko sök sér með að ég skilji ekki af hverju reiðin svona mikil hérna, að þá þykir mér eiginlega verra að ég hef ekki hugmynd hvað viðkomandi borgarfulltrúar hefðu frekar viljað sjá. Við erum öll sammála að það sé íbúðaskortur í Reykjavík. Við erum öll sammála að það sé þörf fyrir fleiri félagslegar íbúðir í Reykjavík. Við erum öll sammála að það sé þörf fyrir fjölbreyttari húsnæðismarkað í Reykjavík. Tillögur meirihlutans liggja fyrir, gagnrýni meirihlutans liggur fyrir, en engar aðrar tillögur. Ég hef heyrt gagnrýni á allt milli himins og jarðar í þessari uppbyggingaráætlun,
en það hefur saman ekkert farið fyrir tillögum eða ábendingum hvað það sem við raunverulega gætum gert betur eða öðruvísi. Og það bara skil ég ekki. Mér finnst þetta mjög leiðinlegt. Mér finnst leiðinlegt að við séum hér 15 kjörnir fulltrúar fyrir hönd Reykjavíkurborgar að fást við eitt stærsta viðfangsefni þessa kjörtímabils, eitt stærsta viðfangsefni samfélagsins í heild sinni. Og það eina sem að kemur frá borgarfulltrúum minnihlutans gagnrýni, reiði og misboð. Ég hvet borgarfulltrúa til að reyna að taka höndum saman, vinna saman að því að koma hér upp fjölbreyttari og betri húsnæðismarkaði í þágu Reykjavíkurborgar. Ég hvet borgarfulltrúa minnihlutans sérstaklega, og þá sérstaklega bara borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og þessi sagt, til þess að koma hér þá með uppbyggilega gagnrýni og segja hvað það sem að betur mætti fara og hvernig það mætti betur fara til þess að við getum unnið að þessu saman. Vegna þess að fyrir því hefur því miður mjög lítið farið. En að þessu sögðu að það vil ég bara lýsa yfir ánægju minni. Auðvitað það þannig að þessi áætlun frábær, hún nauðsynleg og hún mikilvæg. En auðvitað ég með hnút í maganum yfir henni, eins og við erum sjálfsagt öll. Auðvitað erum við öll stressuð yfir því að þetta takist ekki að við klúðrum einhverju, því að það eru mjög mörg tækifæri til mistaka í þessari uppbyggingaráætlun. Við gætum klúðrað því að blanda byggðinni almennilega. Við gætum farið í það að búa til einhvers konar gettó eða einhvers konar félagslegar blokkir þar sem að einhvers konar árekstrar á milli ólíkra hópa í samfélaginu. Við verðum að tryggja að félagslega blöndunin gangi eftir og að fólk geti búið saman í sátt og samlyndi bæði innan hverfa og jafnvel innan afmarkaðari svæða innan hverfana. Við verðum að tryggja að skólarnir geti tekið við öllu því fólki og öllum þeim börnum sem að koma til með að fylgja þessum nýju íbúðum. Við þurfum að tryggja að samgöngur geti tekið við öllum nýjum íbúum á þessum svæðum og svona geti ég lengi talið. Við erum öll að vilja gerð, við reynum og gerum okkar besta, en betur væri ef við værum öll að vinna saman að því en ekki bara borgarfulltrúar meirihlutans með gagnrýni frá minnihlutanum inn á bakinu. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir veitir andsvar. Herra forseti, borgarstjóri, borgarstjórn. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur ekki verið að hlusta á mig inn í ræðustól þegar ég kom upp á hann. Ég var einmitt að koma með tillögur til meirihlutans það hvernig við gætum gert hlutina. Það sem að mér finnst skipta máli, þetta rosalega fallegt og vel uppsett, en við erum búin að vera starfandi í 6 mánuði og það hefur ekkert verið gert. Mér finnst þetta dálítið af því að það sé verið að setja hérna fallega glærukynningu, alveg svo það sett hérna í nefndir, það gerð húsnæðisstefna 2011 og við sjáum engar endir. Ég bara manneskja sem vill sjá framkvæmdir og gott og vel borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Það búið að lýsa því yfir hér að við séum óstjórntæk og það kannski ástæðan fyrir því að það ekki hlusta á okkur. En ég hef talað fyrir því, ég hef talað forkaupsrétti, ég hef talað að við tryggjum okkur félagsbústöðum eignir í þeim verkefnum sem við erum að fást við og höfum puttan í á hverjum tíma. Ég hef ekki séð það framkvæmt frá því að ég kom inn. Ég hef talað fyrir því að við eigum að hafa ákveðnari ákvæði inn í lóðaleigusamningunum sem borgarstjóri hefur tekið undir núna í ræðustól áðan. Ég tel að við getum farið lengra og við höfum bara ekki verið spurðar álits fyrr en kannski bara í þessari ræðu núna hverju við viljum breyta. Fögnum þessu fallega plaggi en við viljum sjá endir og það þarf að leggja fram aðgerðar áætlun. Staðfest af því hvernig við ætlum að gera hlutina. Ég boða síðan bókun í lok þessara umræðu eftir. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Næst veitir andsvar borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar,
Ég ætla að reyna að tala hægt og skýrt svo borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir skilji kannski átti sig á því hvað ég hef verið að reyna að segja hér í dag. Það sem það helsta sem ég hef verið að reyna að rekja það að þessi húsnæðisstefna engan veginn í samræmi við það sem maður átti vonir að meirihlutinn ætlaði sér að gera. Það eingöngu verið að fara í það að reyna að leysa á næstu 3-5 árum uppsafnaðan vanda sem var ekki sinnt á síðasta kjörtímabili af því það var ekki áhugi fyrir því. Og það ekkert í þessu hvernig á að vera sérstakur stuðningur í formi lóðaúthlutana til húsnæðissamvinna félagasamtaka sem bjóða upp og leigubúsetja íbúðir, ætlar ungu fólki og tekjulægra og þau fái forgang og úthlutun lóða að uppfylltum þeim skilyrðum sem Reykjavíkurborg setur. Nema þegar að ræða búseta örfáar íbúðir til þeirra og síðan þetta óljósa verkefni Reykjavíkurhús. Við höfum reynt að fá upplýsingar hluti. Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir veit það vel. Það gengur erfiðlega hjá minnihlutanum að fá upplýsingar. Það búið að taka núna á 6. viku að fá upplýsingar hvað félagsbústaðir hafa verið að kaupa eignum frá áramótum. Við höfum óskað eftir því að fá upplýsingar það hvaða lausu lóðir borgin á í vestan Elliðaár. Við fáum þær erfitt að nálgast þessar upplýsingar og við höfum sagt að við erum tilbúnar í Framsókn og flugvallavinnum að vinna að húsnæðisstefnunni og að leysa vandann í Reykjavík en áhuginn hjá meirihlutanum hefur ekki verið í það átt að hann hafi verið tilbúinn hvorki til þess að veita minnihlutanum upplýsingar eða vinna með samvinnu í huga frá því að ný borgarstjórn tók við. Borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir svarar andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það örugglega ýmislegt sem við getum gert betur og ég veit að við getum verið seint til svars og það bara þannig að borgarkerfið getur verið seint til svars. En ennþá hef ég samt ekki fengið neinar tillögur frá borgarfulltrúum Framsóknarflokksins það hvernig þetta ætti allt saman að vera. Þið fagnið þessu plaggi, segið þið, borgarfulltrúarnir fagna þessu plaggi, segja þeir, borgarfulltrúarnir segjast hafa komið með alls konar skoðanir á þessu, en hvað það sem að borgarfulltrúar Framsóknarflokksins hefðu gert ef að þeir hefðu verið hér í meirihluta? Það vitum við ekkert Hvernig áætlunin hefði verið, hvernig borgarfulltrúar Framsóknarflokksins hefðu leyst þennan vanda, það liggur ekki fyrir vegna þess að þær tillögur hafa ekki komið fram. Það mjög auðvelt að gagnrýna verk annarra, en það miklu erfiðara að setja fram uppbyggilega áætlun eða tillögu það sem að þarf að gera og það sem maður ætlar að gera. Borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir hefur lokið að svara andsvari. Borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir veitir andsvarið öðru sinni. Forseti, borgarfulltrúar, ég tel nokkuð ljóst að við höfum lausnir á ýmsum þeim vandamálum sem meirihluti stendur frammi fyrir í dag. En það meirihlutinn sem að þykist að leysa þessi vandamál hjá borginni og við bjóðum fram samvinnu okkar með það að vinna að þeim markmiðum í huga en þið hafið ekki haft áhuga að hlusta. Það alveg nokkuð ljóst að við hefum ekki sofnað á vaktinni síðustu 5 árin með að láta félög eins og Gamma kaupa upp íbúðir í Reykjavík, litlar íbúðir sem henta félagsbústöðum mjög vel. Vegna þess að stefna félagsbústaða var sú að það mátti ekki kaupa kjallaríbúðir, ekki risíbúðir, ekki fleira en eina íbúð í 10 íbúða stigagangi og svo framvegis. Það mátti ekki kaupa í Breiðholtinu, það mátti ekki kaupa á hinum á þessum stöðum. En aðrir gátu keyptar og búið í svona íbúðum. En núna eiga þessir aðilar 25% í hverju þá Reykjavíkurhúsi, hópur sem tilheyrir félagsbústöðum, hann á að geta búið í þessum húsum en ekki í öðrum húsum. Það til dæmis eitthvað sem við skiljum ekki. Því fólk sem sækir eftir íbúðum hjá félagsbústöðum ekkert öðruvísi heldur en annað fólk. Þó það eigi kannski minni pening eða einhver vandamál, því flestir eiga við einhver vandamál að stríða. Við getum algjörlega upplýst þá hluti hvernig við myndum leysa þennan vanda, en þá óskum við líka eftir því að það sé hlustað á okkur og okkur sé boðið alla minnsta kosti samvinna. Við ætlum ekki að fara að leysa verkefnin ykkar sem eru búin að vera vanrækja síðustu árin.
Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir svarar andsvari öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er þá sem sagt þannig að borgarfulltrúar Framsóknarflokksins hefðu keypt íbúðir bara hvar og hvenær sem að þær hefðu verið til staðið til boða eða verið settar til kaups. Er það þá þannig að borgarfulltrúar Framsóknarflokksins hafa enga stefnu um það hvar eða hvernig félagsleg blöndun fer fram í Reykjavík? Er engin stefnumörkun um það hvar eða hvernig húsnæði er viðeigandi að við setjum á markað, á félagslegan leigumarkað? Er einhver stefna í gangi varðandi það hjá borgarfulltrúum Framsóknarflokksins og ef svo, hver er þá sú stefna? Vegna þess að það er ástæða fyrir öllum þessum reglum og öllum þessum viðmiðum hjá félagsbústöðum. Já, það hefði kannski mátt fara aðeins hraðar í sakirnar, það hefði mátt gera ýmislegt öðruvísi, en hver er stefna Framsóknarflokksins? Það er hún sem ég er að kalla eftir, ekki gagnrýni á það sem er verið að gera núna eða var gert á síðasta kjörtímabili. Heldur, hvernig myndi Framsóknarflokkurinn gera þetta? Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir hefur lokið að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur til máls og veitir andsvar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, ég gat einhvern veginn bara ekki annað en brosað út í annað þegar ég heyri borgarfulltrúa Sólveig Tómasdóttir tala um að það sé algjörlega óskiljanlegt að minnihlutinn sé með æsing, reiði og misboð. Ég held nefnilega að það hafi dálítið verið einkunnarorð hennar á síðasta kjörtímabili. Þannig að það ætti ekki að koma henni mjög óvart sú reiði sem við höfum nú uppbyggað því að ekki hafi verið byggðar upp félagslegar íbúðir og annað slíkt. Þannig mér finnst þetta svona hálffyndið og mér langar bara að hafa orð á því. Borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið að veita andsvar. Næst svarar andsvari borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tók það mitt skýrt fram í ræðu minni hérna áðan að ég skildi það mæta vel þegar fólk verður reitt af hugmyndafræðilegum ástæðum eða þegar því þykir einhverjum ákveðnum hópum eða jafnvel samfélaginu vera misboðið með einhverjum hætti. Ég skil það bara mjög vel og mætti jafnvel tala um það sem einhvern orð mín þegar að kemur að einhverjum ákveðnum tilteknum málaflokkum. En það sem að hér er verið að kynna er til dæmis mikil fjölgun félagslegra íbúða. Það er verið að tala um að við tökum einmitt á þeim vanda sem að við höfum verið að gagnrýna og fólk hefur verið bara sammála um að hafa ekki verið tekið nægilega vel á. Það er verið að kynna hér fjölbreyttari úrræði á leigumarkaði, það er verið að kynna alls konar úrbætur og það er þess vegna sem ég skil ekki af hverju fólk er svona reitt. Ég skil ekki í hverju gagnrýnin felst, ég skil ekki hvað það er sem að væri hægt að gera betur. Það eina sem ég heyri er að þetta sé allt saman ömurlegt, allt saman glatað, við erum bara ekki að standa okkur, en hvernig væri hægt að gera þetta betur, það er eitthvað sem ég hef ekki ennþá náð að einhvern veginn fá upplýsingar um. Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir hefur lokið að veita andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir kalla hérna eftir stefnu Framsóknarflokksins í húsnæðismálum í Reykjavík. Það er nú einu sinni þannig að í stjórnmálum þá koma fram mjög margar góðar hugmyndir og sumar gerum við það okkar og aðrar látum við löndu leiða, okkur finnst það ekki eins góðar. Við hjá Framsóknarflugvöllunum hefum mjög mikið horft til þeirrar ágætu tillögu sem Vinstri grænir komu einmitt með á síðasta kjörtímabili að fjölga félagslegu leiguíbúðum 80. Og það er eitthvað sem við hefðum viljað gera strax. Borgarfulltrúi spurði því hvort að við hefðum bara viljað kaupa hvar sem er og hvenær sem er og hvort að við áttum okkur ekki á stefnu félagslegt húsnæðis. Jú, við gerum það svo sannarlega. En það er nú þannig að neyðin er meira núna heldur hún hefur verið í mjög langan tíma, í mörg ár, kæru borgarfulltrúar.
neyðin meiri núna heldur hún hefur verið frá því að vantarlega þeir sem að lengst hafa setið hérna inni sem borgarfulltrúar þekkja sögur Og af þeirri ástæðu að þá ég nú alltaf og hef verið talandi fyrir því að nauðsyn brjóti lög. Nauðsyn, þegar mikil nauðsyn þá getum við aðeins hliðra til reglum sem eru settar það, ákveðna prósentur í ákveðnu hverfum þar sem að fólk býr. Ég held að fólki líði almennt betur með því að hafa húsnæði þó það búi mjög þétt með öðrum sem að eru tekjulágir eða eiga í félagslega vandamálum að stríða, heldur en að eiga ekki húsnæði. Mér hefði liðið miklu betur að vera í húsnæði þar sem að ég gæti haft börnin mín í sér herbergi í staðinn fyrir að vera í 2 ár þar sem við sváum öll 4 í einu herbergi. En ég fell bara ekkert undir neina af þessum kategórium, þannig ég var hvort ekkert á lista. En ég held að fólk almennt hljóta að sjá það og viðurkenna að þegar vandinn svona mikill, eins og hann raunverulega að þá verðum við að hliðra aðeins til þessum fínu og ágætu reglu sem hafa verið settar, því þær eru að gilda svona þegar eðlilegt árferði Það væri síðan hægt að taka þessar íbúðir þegar við værum búin að uppfylla þörfina og ná að losa þessa miklu spennu sem í félagslega húsnæðiskerfinu, það að eftirspurnin eftir því. Þá ekkert því til fyrirstöðu að fara í sölu eða tilfærslu á þeim eignum, til dæmis þegar að uppbygging væri þá búin samkvæmt þessari stefnu í miðborg Reykjavíkur að færa til og bjóða þessu fólki þá húsnæði þar. Þannig að mér finnst hart vegið þegar sagt að þegar meirihlutin fyrir að fela sig á bakvið reglur og lög sem settar í árferði þegar að allt í lagi. En við vitum það alveg, sérstaklega frá hruni, þá hefur fjölgað mjög mikið í þessum umsóknum. Það hefur fjölgað mjög mikið í greiningum hjá velferðarsviði, skjólstæðingu þess. Þetta að sama meiði. Þannig að ég bið okkur að vanda umræðan og það sem að ég hefði gert ef ég hefði komist til valda, svo ég svaraði nú bara hreint út, það fyrsta sem ég gert að ég hefði farið og keypt íbúðir og já, ég hefði keypt þær í Breiðholtinu. En núna bara Gamma búin að fara þangað líka og hreinsa upp og það bara mjög lítið til sölu á fasteign.is á íbúðum í 109 og 111. Þannig að það bara, við leyfðum að hreinsa upp Vesturbæ Reykjavíkur, miðborgin og allt vestan 11 á það og núna erum við bara búin að leyfa að hreinsa upp allt hitt. Þannig að þetta verður dýrara fyrir okkur, aðgerðaleysið hefur kostað okkur umtalsverða fjármuni. Ég vil leggja mitt af mörkum, ég hef óskað eftir því hvort að við getum komið að vinna við húsnæðisstefnuna og þá var mér bent á að henni var nú eiginlega lokið og þess var ekki þörf. Fair enough, ég vinn út frá því sem ég hef og við verðum að taka höndum saman þetta og þess vegna hef ég komið hérna upp í dag með tillögur. Ég veit að það hefur verið misfæri með leigufélög sem voru í einkarekstri fyrir hrun eins og skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis kveður á sem borgarstjóri nefndi hérna. Ég hef líka nefnt að núna búið að bæta lagaraman og við vitum hvernig mistökin voru gerð. Þannig að við getum passað að þetta gerist ekki aftur með því að læra reynslunni og byggja regluverkið og lögin þannig upp, samningana sem við gerum. Og ég bara hvet borgarfulltrúa okkur öll til að sameinast aðgerðar áætlun. Að við sjáum núna fyrir áramótin að það verði framkvæmdir á þessum skjölum sem hér hafa verið lögð fram. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst þakka fyrir umræðuna. Hún hefur verið yfirgripsmikil og fín. Á næstu vikum þá gerir ég ráð fyrir því að borgaráform geri skref í þessum húsnæðismálum. Í fyrsta lagi þá tökum við fyrir samningsmarkmiðin varðandi ný uppbyggingarsvæði. Síðan tækjum við fyrir viljayfirlýsingar við einstaka aðila eins og Félagsstofnun Stunda og Búseta og svo framvegis. Og síðan
munum við eftir því sem að svæðin klárast í gegnum skipulag úthluta lóðum til þess að koma sem mestu af uppbyggingunum sem fyrst af stað. Hæstvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og umræðu er lokið. Borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallavinna og Sjálfstæðisflokks hafa boðað bókun og borgarfulltrúar meirihlutans áskilja sér rétt til bókunar. Við förum þá yfir í annan lið á dagskrá fundar.